Já, velkomin að Rauðaborðinu. Í lok þáttarins þá ætlum við að fara til Indlands og Jón Ormur Halldórsson sem mun fara með okkur þangað, mun útskýra fyrir okkur þetta land sem er náttúrulega ekki hægt að útskýra, allra síst í stöttu spjalli. Þetta er margbrotið og margflókið land og sem er að gangi í genum mikla breytingar. Þar er hindúísk þjóðurnis stefna að yfirtaka þetta stærsta lýðræðisland heimsins. Og eins og það sé ekki nóg fyrir Jón Orm að segja okkur það, þá ætlum við að taka svona auka krók til Indónesíu sem er enn flóknara land og enn meira óskiljanlegt. Það kemur allt í ljós í spjalli mínu við Jón Orm Halldórsson hérna í lok þáttarins. Svanur Sigurbjörnsson læknir skrifaði eins svona leiðara í Læknablaðið þar sem hann benti á að þegar að nýr landspítali verður tilbúinn að þá mun hann ekki uppfylla alla þörf sem er fyrir legurýmum á Íslandi. Við munum ennþá vera vanta tölvört upp á að það verði hægt og það er ekki ennþá byrjað að plana næsta spítala. Við vitum ekki hvort það sé snjallt að byggja hann á höfuðborgarsvæðinu eða hvort það sé snjallt að styrkja spítala út á landi í sveitarfélögum sem að vaksa mjög hratt eins og Reykjanesi eða Árborg eða Akureyri. Við ræðum þetta við Svan Sigurbjörnsson sem að byrjaði í útskrifa sem læknir 94 þá er eiginlega svona nýfrjálshyggju sjónarmiðin að taka yfir heilbrigðiskerfið. Ég mun spyrja hann út í það. Hafnarverkamenn í Eimskip það var mál fyrir félagsdómi í dag sem að fjallaði það hvort að þeir gætu gengið úr Eflingu og inni í Sjómannafélag Íslands, orðið deild þar. Það er þetta á ekki við alla hafnarverkamenn, bara þá sem eru hjá Eimskip og ekki einu sinni alla hafnarverkamenn hjá Eimskip. Þannig að það kemur náttúrulega ekki ljós eftir daginn í dag, heldur kannski seinni í vikunni hvort að úr þessu verður. En þeir eiga sér formann og varaformann, Jón Arason og Sverrir Fannberg Júlíusson sem að koma hingað og segja okkur frá því af hverju þeir vilja fara úr Eflingu yfir í Sjómannafélagið. Það er byrjað bankarhrun, kannski ekki í stærðagráðunni sem að við sjáum svona í baksýnisspeglinum frá hrunið 2008 en það hrundi banki fyrir helgi í Bandaríkjunum, Silicon Valley bankin. Og svo var annar banki sem að hrundi í New York ríki núna í gær. Við ætlum að veltaði fyrir okkur með Ásgeir Brynjar Torfason kemur hérna sem er nú sérfræðingur í bönkum. En að því að þetta tengist, Silicon Valley bankin tengist teknikeirann og þar ytra að þá kemur Þórarinn Stefánsson með honum sem hefur góða innsýn inn í teknikeirann og Silicon Valley. Við ætlum að ræða við þá hvaða merkingu fall þessa banka hefur og hvort að þetta leiði mögulega til bankahrun sem að mun komast hingað. En við byrjum eins og annarlega á fréttum dagsins. María, hvað? Já, heyrðu, svona fyrsta frétt dagsins er að kvennalistinn á afmæli. Já, hann er nú villu spjald hérna síðan það er vaffer. Já. Kvennalistinn var stofnaður 13. mars 1983 á Hótel Esju. Hann er rétt, já. Við erum í Bólholtinu. Það er bara hérna hinum megin við Kringlumýrarbrautina. Einmitt. Og ég man nú eftir þessum barmerkjum eins og þarna á myndinni. Já. Já, ég veit að þær eru að fagna gamlar kvennalistakonur eru að hittast í kvöld. Já. Örgulega, svo ráðstöðum helgina, veit ég. Já, einmitt. Hafði kvennalistinn mikil áhrif? Ég er alveg upp, bara inn á gólfi á kvennalistanum sem krakki, og aðstofa við að baka vöflur og svona. Já. Skilaði það einhverju alltaf þessu vöflubakstur? Já, ég held að hefði skilað svona meðvitundum feminisma og bara, bara þessi svona að upplifa, og sita í eins og veggjalús, þegar konur eru að ræða að fara í framboð og hver ætlar að vera á lista og allt þetta. Það er árið á því persónulega. Já. En samfélagið. Gætur ímyndaður samfélagið af kvennalistinn eða ekki orðið? Hver var í staðan? Ég eiginlega vil ekki hugsa það. Ég held að í rauninni þetta hafi haft mikil áhrif á samfélagið. En já, og ég man eftir bara, og ég hugsaði líka ég hef heyrt sögur af með gömlum foreldrum þessara kvenna
sem að voru þarna í fórustu, sko, gamlir menn voru svona eins og afi minn til dæmis, sko, sem látin í dag, hann kaus alltaf kvennalistan þrátt fyrir að mamma var ekki, sko, endilega í fórustu í frambóðið eitthvað svoleiðis, en bara honum fannst þetta bara svo mikið common sense að konur ætti að fara fram. En nú, það reyndist, þessu 40 ára sem eru liðin, að þá var kvennalistin bara til í 16. 24 ár hefur hann ekki verið til, hann rann inn í samfélkinguna. Finnst þið það að vera kvennalistin, samfélkingin? Nei, ég veit það alveg svona einhver ákveðin ángi eða svona keimur af kvennalista meðal sumra, en það þetta náttúrulega orðið svolítið svona borgaralegur feminismi, sko. Svo VFG vildi taka upp, að helstu baráttumál VFG eru umhverfismál og kvenréttindi. Finnst þið það? Finnst þið þetta að vera merkisbera kvennalistans, þessi tveir flokkar? Sko, ég veit það ekki. Ég var út alltaf erfitt með að svara því. Auðvitað eru það kannski að einhverju leyti, en hann hefur samt, sko, ég held samt sem áður að svo kvenréttindabarátta sem kvennalistin stóði á sín tíma hefur svolítið mikið breyst innan þessar flokka í meðaltíðinni og þetta er orðin svolítið svona of borgaralegu feminismi fyrir minnsmætt. Það konur sem eru formenn bæði í samfélkinguna. Já, einmitt. Það hafa nú ekki alltaf verið konur, sko. Það hafa nú verið kalla. Núna, já, einmitt. Já. En ég held að, þetta er svolítið svona, ég held að Þú talar svo vefjöld. Herðu, ef að taka næsta mál? Já, herðu, það er það sem komst inn á einmitt áðan, spurning hvort það sé bankahrun í kortunum. Já, við ætlum að ræða við það við Ásgeir Brynjar og Þórarinn Stefánsson hérna á eftir. Já. En það mátti sjá áhrif af þessu út í öllum kauphöllum. Já. Það markaðurinn er óttafullur. Já. Hérna heima fjallu bréf. Já. Það var náttúrulega byrjuð að falla bankarnir, Íslandsbanki og Arionbanki sérstaklega á föstudaginn og svo bættist aðeins í það og Kvikubanki. En síðan er það sem að lækka líka gengi á eins og Sjó og Vís, það er að því að þeir geyma peningana sína í alls konar bréfum. Það fjall. En síðan var áberandi að á Íslandi fjallu sko Alvotek og Marel einna mest. Ástæðan er svo að þetta eru bréf sem er verslað með erlendis og þar sem að raunverulega var meiri lækkun í kaupöllum heldur en hérna heima. Já, þá er þetta að hafa áhrif á þessi fyrirtæki. Já, bara, svona, Íslandi er svo lítill pollur. Já, og það er náttúrulega lífeyrissjóðnir með allt og mikið af peningum. Já. Þannig að það heldur aldrei verið. Það verðlag á íslensku fyrirtæki er náttúrulega miklu herra heldur en alls þar. Stórskrítið, einmitt. Ég veit ekki hvað það er skrítið. Nei, ég segi svona að því, Herðu, næst. Herðu, næsta frétt er það að Katrín og Þórdís Kolbrún fóru að hitta... Nei, það fara á morgun að hitta Úkraínu forseta. Og þær eru mjög aftarlega í rauðinni, ég held að þeir séu með síðustu þjóðarleiðtogum örgulega til þess að hitta Úkraínu forseta. Já, ég skoði þetta eitthvað. Ég skrifaði inn á samstöðuna. Já. Þetta er allavega síðust af Norðurlöndunum. Já, einmitt. Það fer eftir í hvað nálagt Rússlandi. Já, einmitt. Hún Sanna Marín er búin að fara tvisvar og forseti Finnlands líka einu sinni. En Störi er bara búin að fara einu sinni. Já. Mette er búin að fara tvisvar. Já. Og forsætisráður að Svíþjóðar tvisvar. Já. Og hann er búin að Biden er búin að hitta hann allavega eins og eða tvisvar eða þrisvar. Þeir sem hafa hitt hann oftast eru náttúrulega pólverjarnir. Ég held að þeir hafa farið 9 eða 10 sunnum á einu ári. Já. Bæði forsetinn og forsætisráður. Þeir eru náttúrulega bara hann við hliðina. Já. Þannig að Íslandi er náttúrulega lítið og langt í burtu þannig að þeir eru svona aftarlega. Já. En hvað heldur að þær geti hjálpað hann um eitthvað? Nei, það held ekki. En kannski biður hann þeir eitthvað. Er hann ekki bara biðið allavega með vopn og peninga? Ég held að alltaf þegar Katrín fer að tala svona herna þá fer hann alltaf að leggja áherslu á það sé svona jafnrétti í hernum, þessi konur. Já, heldur það? Heldur hún fara að tala um það? Þessi konur sendar á fremstu vílinu. Hún fara að tala um það. Hvað heldur það að gera? Heldur þetta sé svona dagvist fyrir stjórnmálafólk að fá að fara til Úkraínu og hitta Selenskí? Ég bara skildi ekki sko.
ég verð að viðkenna það, mér finnst þetta allt svolítið skrítið Já. og hérna, mér fannst það alveg rosalega skrítið fyrst, eftir að stríði byrjaði og hann var strax byrjaður einhvern veginn, hann var alltaf að hitta einhverja fóseta og ég sagði bara, býtu, hann ekkit, hvernig má hann vera að þessu, hann ekki stríði? Hann vinnur við þetta, en hann er náttúrulega bara, hann er að safna peningunum, safna stuðningnum. Já, safna stuðningnum og vopnunum. Hann vinnur við það, kannski er hann mikilvægt þegar maðurinn í úkrainska hernum út af þessu. Já. Það er náttúrulega, ég var eitthvað skoða peningan sem hefur farið þarna, kannski ættum við að taka það eitthvað fyrir. Já, og vopnin. Ógrynni af fjármunum sem hefur verið brent, við talum ekki um mannslífið sem hefur verið fórnað í þessu stríði. Nákvæmlega. Stríð kostar. Já, og þetta er ókeypis í samanverðinu. Einmitt. Reyndar, því að Ásgeir Brynjar kemur hérna, þá benti hann á það einhvern tímann þegar satt hérna á Rauðaborðið að Evrópu þjóðunar hefur notað 10 sinnum meira fjármagn til þess að draga úr efnahagskreppunni heima fyrir heldur en var varið í stríðið í Úkraínu. Þannig að ef það pælið í hvað í Úkraínu stríð kostar, þá er náttúrulega kostnaðurinn búin að vera alveg gríðarlegur út af afleiðingu þess og viðskipta hindrunum. Já. Herðum, en næst? Herðu, það er Erdogan. Nei, það er ekki næst. Við ætlum að fjalla Fyrir ekki stjórnarkjöri vaffer. Alveg rétt. Við ætlum að tala um það. Það er náttúrulega bara harðnar baráttan og það er bara endalausar skoðanagreinar á Vísi núna og ásakanir og guðum á þetta hvað. Já. Þannig að það er... Er þetta eins og presskostningar sem að verður svolítið harkað? Já, þetta er að vera dálítið þannig. Já. Þannig að og hún Elva er svolítið að saka hún kom hérna Ragnar þegar hún bauð sig fram fyrst, þá kom hún hingað í Viðtal og ég nefndi það að hún væri til í að koma í kappræður með Ragnari Þór. Já, en hún hefur ekki viljað gera það. Hún hefur ekki viljað að koma í Rauðaborðið. Þau hefur verið í kappræðum á Vísi og Silfurinn og veit ekki koma hingað á Rauðaborðið. Samt heldur þessi sá miðill sem að fjalla mest verkefnismál á landinu. Já. Hvað heldur þú hvað skýrir það? Ég veit, það gerir ekki allir með eitthvað svona PR-ráðgjafa sem er að ráðleggja fólki. Þú skalt ekki fara að tala með hann Gunnar Smára. Nei, ég veit ekki hvað það er. Það er eitthvað. Það er eitthvað. Ég held að hérna hefur farið fram mesta umræðum verkefnismál á Íslandi þessar öld. Ég veit það. Það var ekki rætt um verkefnismál. Nei, einmitt. Og það var er ekki líka bara, þú ert búin að vera með náttúrulega þætti með honum. Vinnuskúrinn, fyrst byrjaði vinnuskúrinn, ég kom náttúrulega eins og vinnuskúrinn, svo hafa náttúrulega verið þættirnir verkefnismál við vorum með núna hvert fólk þetta að fara inn á samstöðun og finna þar þættir, það bara frábæri þættir. Það var Stefán Ólafsson var síðast, þar áður var Guðmundur Ævar Oddsson stéttir. Frábæri þættir og við ætlum að halda áfram núna. Er ekki 2 þættir eftir eða? Nei, það eru 3 þættir eftir. Við erum búin að byrjum að tala við svona fræðafólk söguna og eitthvað sliðis og þá kom að Stefáni Ólafssoni sem er fræðimaður en er komin í samningarnefnd þannig að hann er og eftir það ætlum við að tala við Sonju Ír Þorbergsdóttur, formann BCB, það verður núna næsta sundag og svo Solveig Anna Jónsdóttir og sundag eftir. Svo vorum við að ákveða því við erum að stela formati frá Ævari Hjartarsyni sem hann gerði, sem að RÚV núna byrja að endur sína. Já, það var einmitt það sem ég ætla að koma að, sko. Hafa þeir ekki bara, séð hvað þið verður að gera og séð hvað gull þetta var. Já, einmitt. Menn að var reynd að fylla upp í þetta slott en ekki gengið vel. Nei. Ævar náttúrulega þetta voru frábæri þettir. En við lærðum að honum, rifjast upp fyrir okkur Sigurði, að hann endaði alltaf það sem var farið yfir röðina með lóðsunum. Þannig að ég mun ræða við Sigurð Pétursson í síðasta þættinum og þá, þegar það er búið að þá verður komið Pálmarsnúndár þannig að þá tökum við pásu og ég held að við förum yfir í heilbrigðismálinu eftir. Já, taka svona sirpu í heilbrigðismálunum. En herðu, ég ætla því að það er ekki bara formannskjör, það skiptir máli ef að Ragnar er kosin, hvað svona stjórnarfær og líka ef að Elva Hrönn er kosin. Þannig að við tókum saman á hverjir er í frambóði til stjórnar. Og ég setti þetta upp í svona flokka og við fáum fyrsta hópinn. Þarna eru samankomin Helga Ingólfsdóttir, Kristjana Þorberg Jónsdóttir, Sigurður Sigfússon og Þórir Hilmarsson. Þetta er allt fólk sem er í stjórninni og er að bjóða sig fram aftur og er svona stuðningsfólks, eða þú veist, allavega unnið mikið með Ragnari og við getum ráð fyrir því að
að Ragnar myndi vilja hafa þetta fólk með sér í stjórn. Helga hefur reynda lýst sérstaklega yfir stuðningi við hann, ég veit ekki alveg með hinn, en hún hefur verið svona mjög ákveðið því að mæra Ragnar og fyrir hvað hann hefur breytt VFR, sem ég held að sjálfu rétt og engin andmæli því að bara ekki allir saman hvernig breytti. Næsti hópur, það er þetta er fólk sem er að bjóða sér fram í fyrsta skipti og þarna er lengst til vinstri er hún Jóhanna Gunnarsdóttir. Í kynningun á sjálfu sér að þá lýsir hún yfir stuðningi við Ragnar og svo koma hann Nökkvi Harðarsson, Þorsteinn Þórólfsson og Ævar Þór Magnússon og þetta er allt svona, ég veit ekki hvernig þetta flokk þetta fólk sko, það er þetta flokk þetta fólk svona politíst, þetta er svona bara verkalýssinnar, svona almennir verkalýssinnar sem að ég held að séu svona nálagt Ragnari svona í hugmyndunum það hvernig ég að beita verkefnshreyfingunni. Og svo þriðji hópurinn, þar er varaformaðurinn Svanhildur Ólöf Þorsteinsdóttir, kvöldur Svansi. Hún er varaformaður stjórnar, en hún er svona ekki róttæk. Nei. Og ég held að Vala Ólöf Kristinsdóttir sé svona félagi hennar og eftir að hafa svona grenslað fyrir þá sett ég Árna Konráð Árnason hann með. Þetta myndi ég segja að vera svona frekar borgarlegt fólk sem að vera ekki til í eitthvað svona róttækni og vill ekki að formaðurinn sé að ypa gogg eða tala gegn stjórnvöldu svona. Næsti hópurinn, hann er Ólafur Reimar Gunnarsson, hann var í stjórn Lífeyrissjóðs Verslunarmanna sem manstu eftir í 2019, þá afturkallaði stjórn VFR umboð stjórnarmanna og Ólafur Reimar var mjög ósáttur við það og er núna bjóðið sér fram í stjórnina. Þannig að hann hugsar Ragnari Þór þegjandi þörfina. Svo er hún Sigríður Hallgrímsdóttir. Hún er margir myndu segja hún er svona ultra hægri sem ég veit ekki hvað hún er mjög til hægri í sjálfstæðan, hún skrifaði lengi bakþanga í Fréttablaðinu og var með svona skoðanir þar sem bara fólk sagði bara holy moly hvað þetta var eitthvað pljómaði eins og bara eitthvað djúpt innan úr miðríkju Bandaríkjanna. Þannig að hún er ekki vinna Ragnari Þór. Nei, það er náttúrulega. Síðan kemur síðasti hópurinn, það er Jennifer Schröder sem að mér skilst að sé sko félagi Elvu Hrannar. Og svo Halla Gunnarsdóttir og Gabriel. Þau eru náttúrulega bæði persónur í svona þessum átökum sem hafa verið verkalýðshreyfingunni. Halla sagði upp störfum eftir að Drífa sagði af sér vegna þess að hún þoldi ekki átökin við Ragnar Þór, Sólveig Önnu og þá Vilhjálmur Birgisson og Halla sem sagt hefur komið í mikið spjallþáttum og talað hvaða neikvæðu áhrif þetta þríekið þarna sem ég nefndi áðan hefur haft og Gabriel var náttúrulega trúnaðarmaður á skrifstofu Eflingar og var sagt upp og hefur skrifað marga greinar. Hefur lýst í yfir að honum fannst Ragnar ekki styðja sig og eitthvað svona var mjög ósáttur. Þannig að þetta er svona óánægju framboð. Hjá þeim? Nei, ég veit ekki, þú vilja bara taka þátt í verkalýðsbaráttu. Já, en ég meina óánægju framboð með að þau eru óánægð með Ragnar Þór, sko. En þau eru ekki ánægð með hann. Nei. Það er ekki þar með sagt að þau séu að bjóða sér fram út af því. Nei, ég segi svona. Ég býst við að Gabriel vann á skrifstofu Eflingar og Halla var framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins. Ég býst við að fólk hafi bara áhuga á verkalýðsbaráttu. Já, þess utan. En það er ekki á línu Ragnar Þórs. Nei, skip orðað þannig. Frekar orðað þannig. Herðu, en þá segjum við næst, þá fyrir við til Tyrklands. Jú, ég ætlaði bara að drífa mig til Tyrklands. Herðu, já, það er Erdogan. Hann er undir í könnunum, sko. Mjög svo. Þau voru, stjórnarandstaðan var að sameinast framboð gegn honum og það voru fyrstu mælingar núna og hann er bara mjög langt fyrir neðan. Já, hann er ekki að koma vel út úr þessum jarðskjálftum, hann er ekki að standa sér nú vel heldur. Nei, það er mikil gagnrýni á stjórnvöld út af, stundum er það þannig, það er eitthvað, gerist eitthvað svona. Já, og rísaður upp, sko. Eins og COVID, þá standaldi saman. Já. Það er ekki að gerast í Tyrklandi. Og það bara leið og jarðskjálftum það voru valla, sko, þagnaðir þegar það byrjaði gagnrýni á stjórnvöld. Þetta er svona eins og Donald Trump í COVID-inu, sko. Þá kom í ljós hvað hann var hrikalega vanhæfur. Já. Svo náttúrulega er svolítið verðbólga menn er að tala hér hittni undir ríkisstjórnin okkar í 10% verðbólgu. Þar hefur hún slegið yfir 80% í Tyrklandi. Hann lækkaði vexti og þá var hlegið út allan heim hvað er vitlaus.
Hann náttúrulega frekar á móti vöxtum, hann sanntrúaður múslimi og í Kóraninum bannað að taka vexti. Íslamski bankar fara framjá því með því að þeir eru eigendur með, þeir leggja til svona eigið fé og ná vöxtum út með þeim hætti, eða svona ígildi vaxta. En þegar það var að vera gagnrýna mest að hann hækka ekki nóg ekki vexti á lækka þá. En síðan reynda lækkaði verðbólgan. Ég ætla ekki að halda því fram að það tengist. Ætli Ásgeir vitið þetta? Ég veit ekki. En hún mælti síðast þegar ég vissi 65%. Það hefði farið upp í 84. Þannig hann hefur náð verðbólgunni 20 punkta. Ef að Ásgeir myndi ná því að þá myndi hann ná verðbólgunni verið hjá. Já, einmitt. Þannig ég veit kannski Ásgeir að fylgjast með. Já. Herðu, hvað erum við næst? Herðu, Gary Lineker var endurráðinn á BBC. Fylgdustu með þessu máli? Nei, ekki tannig sko. Þetta verður fótbolta? Þetta náttúrulega bara íþrótta. Þetta náttúrulega málfrelsi? Já, en þetta samt skilur einhver sem samt fótbolti? Já, ég menna hann náttúrulega hefur verið að kynna þætti mennsku knattspyrnuna. Já, og ekki talað eina pólitík þar? Nei, en hann fer að tala pólitík. Já, hann fer að tala lýsa skoðunum sínum á innflytjandastefnu stjórnvalda. Líkti í sama við Þriðja ríki Hitlers. Já. Og þá var hann rekinn og þá reis upp mikil mótmælalda. En finnst þetta ekki vera svona áhugavert mál? Málfrelsismál? Jú, en ég bara segja ég hef ekki fylgst með skiluru fótbolta þáttum eða eitthvað svoleiðis, þannig að ég var ekki að fylgjast með í rauninni þessu. Á sama tíma kom fram að BBC tók þátt með Attenborough af dagskrá. Já, einmitt. Því það var talið að hann myndi stuða svipað fólk og Lineker var að stuða sem voru svona hægri menn sem eru, hvað að kalla það, lofslagsvár afneitar. Já, einmitt. Og hann þótti ganga á langt. Ég held að Attenborough væri svona bara þjóðargersemi. Ég held hann nú líka og ég held að hann væri nú búin að vera að tala hlýnun jarðar í 100 ár sko, einna lengst af öllum sko. Þannig að að það sé orðið svona mikið hitamál finnst mér mjög svolítið sérstætt. Það að þrengja að málfrelsi í heiminum. Já, það að gera það. Það að komi málfrelsismenn og sagt þetta. Já. Og ég held að það má alveg sjá það og maður líka sjá það heima. Það er alltaf bara sama skoðunin. Það er líka eitt sem skrítið að þegar við erum með rauðabröð. Það er erfitt að fá fólk í svona debatt. Já, fólk vil ekki debatt. Nei, fólk vil bara tala sín á milli við þá sem er sammála. Og ég segi, ég vil ekki svona reyna á rökin ykkur. Ég veit alveg hvað hinn segir. Já, það skiptir ekki máli. Þú ert að reyna þín rök á því. Já, það er ekki breyta neinu. Ég veit að það, þú lætur ekki skipta skoðun, en þú bara, við sem að hlustum fáum að heyra svona fjölbreytilegri rök. Það er bara mjög erfitt fyrir mig að fá fólk. Já, ég veit það. Fólk bara það með svona ótta við af því að því finnst umræðan vera rosalega hörð á samfélagsmiðlum en sko þar er engin sko að hittast í raunheimum skiluru. Þar er allt sagt, öllu kastað út bara heima á stofu. Kannski bara rifrildi fara út í sko. Já, kannski líka. Fólk vil bara vera sammála. Já. Og svo er maður ekki sammála og bara stendur maður upp og fyrir í skóna og labbar út. Ég held samt þetta sé ekki, ég er ekki viss með þessi spurning út tísku sko. Stundum þegar það verið einhverjum 2 árum eða 3 árum og þá verið að hringi fólk svona eiginlega blindandi og tala pólitík. Aðtöku hvernig fólk verið að bregðast við. Já. Þá heyrði ég svolítið að þetta fólki fann svona umræðum pólitík verið einhvern veginn svona ógeðfellt. Fólk verið að rífast eitthvað. Nei, alveg. Já. Það fannst það bara skrítið, það verið fullorðið fólk. Að rífast. Því að ég fyrir í vinnuna og fólk ekki að rífast þar. Ég fyrir á foreldrafundi í skólanum og fólk ekki að rífast þar. Ég fyrir í húsfélagið, fólk ekki að rífast þar. Ég fyrir út í búð, fólk ekki að rífast þar. En svo kveiki á Kastljós eða einhver stjórnmálamenn að rífast. Þannig ég fór að velta fyrir mig kannski væri bara að svona debatt eða það væri bara fallið út tísku. Þess vegna vildum við bara tala við fólk sem er sammála okkur. Já, ég held að þetta verður bara leiðileg músík sko. Já. Ég veit ekki hvað þetta er. Ég held að það væri forundlegt að fá einhvern svona sálfræðing til að rýna í þetta. Taka debatt. Já. Kannski. Veltaði fyrir sér hvað máli væri. Herðu, nú gefum við í, hvað er næst? Herðu, Brendan Fraser fekk sín fyrstu Óskarsverðlaun í nótt
fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni The Whale. Hérna var öll umræðan helgina var svolítið Yellowface í óperunni. Já, einmitt. Hvað finnst þér þetta? Hérna, Já, er það Fatface að það til? Þetta var fyrsta sem ég hugsaði sko, hvort að þetta er eitthvað svoleiðis. En svo hugsaði ég með mér að það er heldur ekki hægt að gera þá kröfu á leikara að hann sko fyti sig rosalega. Þeir gera það samt alveg. Það er nóg til að offittum leikurum sem Já, ég veit en þú veist, en þá þarf að gera kannski ef hann á að grannast í myndinni, þá er rosalega erfitt að grannist þeirri myndinni? Nei, ég hef ekki hugmyndu, en ég segi bara að þú ætlar að gera mynd eitthvað feitan sem grannist svo eða breytist. Grannist í myndinni? Ég hef ekki hugmyndu, en ég bara fór alltaf inn að hugsa það með þessa fetubúninga því maður hefur séð einhverja myndir þar sem að fólk er í fetubúning og svo er það ekki í fetubúning, skilur, í sömu myndinni. Þannig að það er eins og manneskjan að breytast. Og ég hugsaði, sko, ef að það er svoleiðis, þá er náttúrulega ekki hægt að kannski gera það kröfu að leikarinn, sko, þó að þeir oft lettir sig fyrir, og fetir sig og allt það, en ef það er mikið, þá er það kannski ekki hægt að gera það kröfu. Þú ert að búa til eitthvað svo undarlegt dæmi, sko. Ég held að sé ekkert að mjokka í þessari mynd. Nei, það getur vel verið. En ég hugsaði með mér líka hvort þetta væri svona Yellowface dæmi, en ég bara, og Blackface dæmi. En ég bara er ekki alveg búin að gera það samt upp fyrir mig, því ég held að skipti pínlítið máli hvernig handritið er. En ég veit það ekki. En það er alltaf alveg svo segir nóg til að feitu fólki. Brenda Freysi sem leikur þetta. Já. Hann var eitthvað svona ungur, leik svona hetjurnar í myndum. Múmíu myndin svona, mann ég. Já. En svo fitnaði hann. Já. Og hann var svolítið eineltur af Paparössunum að vera myndan og fyrir að hafa fitnað. Bumban var aðeins niður fyrir bólinn og þá byrtist þetta út allt og þannig hann var svolítið ofsóttur fyrir að vera fittur, hann hafði ekki verið svona fittur. Leikarar hafa bara löngum verið ofsóttir fyrir að fitna 3 gram sko. Hvað heitir hún aftur? Kirsti Alli var alveg bara þvílíkt ofsótt. Já, það er náttúrulega óþólandi. Þannig að kannski er Brenda Freysi svona íki hvað hann er feitur í myndinni. Kannski kannski allt í lagi fyrir hann að leika þetta. Ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Það er gaman að velta þessu fyrir sig. Það var líka bara forvindilegt að heyra til dæmis hvað fólk bara eins og Tara Margrét og einhverjum myndi segja þetta sko. Já. Fólk sem að tekka á því. Hefur, já. Fólk er ennþá að tala Yellowface, er ennþá að koma og rosa svona hópar. Já. Það er eitthvað skrifa svona hvað er verið eitthvað svona. Það kom alveg rosa og þannig hópurinn sem að vill bara ekki heyra á það minnst að fólk frá Asíu sé að gera athugasemdir við þetta, hvernig þau eru teiknuð upp sem einhver skrýbó. Fólk er bara rosa hart á móti því. Vill ekki að þannig það fer lítið fyrir svona hugmyndinni að byrja þau lóta að vita þetta best. Já, það fer lítið fyrir henni. Þess að þú varst að gera með því að spurja þetta. Það fara út í alls konar svona Já. Herðu, hafnaverkamenn vilja fara úr Eflingu. Já. Það er málflutningur fyrir héraðsdómi núna. En þú ætlar að tala við hafnaverkamenn á eftir þetta málið ekki? Formaðurinn heitir Jón Arason sem er náttúrulega stórkostlegt nafn. Já, hann og Magna einhver heiti Jón Arason í dag. Og Sverrir Fannberg Júlíusson sem er varaformaður. Þeir eru ég ætla að spyrja þá að hverju þeir eru þessu. Einmitt. Þetta er náttúrulega sögufræg félög. Þetta er Efling sem er náttúrulega gamla dagsbrún þar sem að eirar kallanir hjá Eimskip þá var bara samskip bara ekki til voru hjartað í Eflingu þar sem að Gvendur Jaki sagði það hann fór bara og drakk kaffi með kollunum og vissi hvernig hjartað slá þá voru náttúrulega ekki konum leyft að vera í dagsbrúnu. Nei, einmitt. Og síðan náttúrulega hefur dagsbrún saminast inn í Eflingu á samt sókn og hvað heitir það framtíðin. Þannig þar hefur orðið alls konar öðruvísi fólk og samfélagið hefur breyst. Þannig að nú eru fólk í umönnunarstörfum og konur sem eru að þrífa eru orðin ábyggilega langstærsti hluti. Já, ég held að stærsti hlutin séu konur. Kannski líður kollan bara illa, þannig að voru þeir aðalnúmerið. Ég veit ekki. Ég spyrir það út í það. Já, einmitt. Eru það búin? Þá erum við komið með þetta. Þá ætlum við að snúa okkur að aðalfrétt dagsins sem er mögulegt bankarun. Við koma hérna eftir örskama stund til mín Ásgeir Brynjar Torfason og Þórarinn Tóti Stefánsson eftir augnablik.
Já, það Silicon Valley bankin sem að dó bara eiginlega fyrir helgi og hefur valdið titringi á hlutabröðumörkuðum og líklega skuldabröðumörkuðum líka út allan heim eins og kom fram hérna hjá okkur áður. Skiljanlega fólk kannski að velta fyrir sér býtu, þetta komið aftur bankarhun, verður bankarnir að fara að hrynja á okkur? Ég veit ekki, en þeir eru komnir hingað Ásgeir Brynjar Torfason sem sérfræðingur í reikningu banka og Þórarinn Stefánsson sem vel kunnur tæknigeranum og Silicon Valley raunverulega. Herðu, ef við byrjum bara á mögulegu bankarhunni Ásgeir Brynjar. Þetta þannig eitthvað megin inn í þessu banka og öðrum bankum sem að getur valdið einhverju svipuð og var hér 2008? Subprime krabbaminn einhvers konar inni? Nei, það ekki. En helgin var vissulega svona svolítil endurupplifun á 2008 og það alltaf möguleiki að það verði hrunbanka sem veldur dómínó áhrifum sem það smitist af því að nú getur mjög auðveldlega sett jafnvel góðan banka í stöðu þannig að hann verður ógjaldfær og í raun og veru fyrir hausinn þó að hann sé alveg í góðum málum þannig að en í þessu tilfelli þá held ég að okkur hafi verið bjargað frá því með aðgerðum Janet Yellen helgina og yfirlýsingu Bidens í morgun og þau lofa því að bæta öllum innistæður en láta hluthafanna sigla sin sjó og þá sem að lánuðu til bankana. Já og sko þarna ef ég má aðeins klára áður við fyrir síðan yfir á þetta sérstaka tilfelli til að vísa yfir á tóta sko að ástæðan fyrir því að hvaða banki sem getur fallið eiginlega best lýst í gamalli svarthvítri bíómynd sem að ég sýndi nú nemyndum mínum reglulega It's a Wonderful Life það sem að kemur svona áhlaup á banka sem að sögulega að fólki fyrir röð fyrir utan bankana þegar vill taka út peningin og verður síðan vola hissa hvað ekki peningurinn minn hér í bankanum og þá segir hann nei peningurinn þinn í húsinu og að því bankin náttúrulega lánaði peningin til Jó sem að þurfti að byggja sér hús. Þannig að ef að allir ætla að taka peningin út úr banka þá getur hann farið á hliðina alveg saman hversu góður hann Það sem að gerðist þarna á fimmtudaginn og ekki einu sinni í lokdags heldur á miðjum degi á fimmtudegi að þá var búið að flæða svo mikið út af peningum úr þessum banka að það var bara að lokunum sko og venjulega gerist það eftir að markaði loka svona til þess að hafa aðeins og þetta gerir síðan yðurlega á föstudegi því það reynt að berga málunum yfir helgi áður en markaðar opna aftur þannig að á margan hátt var þetta svona hefðbundið banka áfallsæfingadæmi Bretlands útgáfan af þessu fór þannig að Sunak þurfti að vera að vinna á sunnudagskvöldi alveg fram á nótt með hönd fjármálaráðherranum og seðlabankastjóranum og þeir fundu svona hvítan riddara sem það kallað sem var HSBC bankin og keypti fyrir 1 pund breskarm Silicon Valley bankans. Þannig að það svona einföld leys til að leysa málunum. Það tókst ekki í Bandaríkjunum af alls konar flóknum ástæðum. Yellen ætlaði nú að reyna að bjóða þetta út og þess vegna breyttist svolítið skilaboðin frá henni frá laugardegi til sundags eða frá sundagsmorgni til sundagskvölds. En það skýrist að hluta til át frá því hvernig þessi banki var sérstakur þar að segja hann var 16. stærsti banki Bandaríkjanna þannig að mjög stór þarna í Kísildalunum í startup-dalunum, hann var 40 ára gamall þetta var ekki einhver startup banki en hann hafði sérhæft sig í því að þjónusta nýsköpunarfyrirtækin þar að segja þegar að nýsköpunarfyrirtækin höfðu safnað til sín fullt af pening frá fjárfestum til þess að geta farið að þróa lyfi, krabbameini, einhvers konar græn tæknivæðingu eða nýtt app, að þá geymdu þau peningin sem þau fengu frá fjárfestum inni á bankareikningi hjá þessum banka og borguðu síðan út launin sín til forritarana og þróunar fólksins, tilraunastofu fólksins smátt og smátt og það var í raun og veru það sem að var
hræðslan þarna að þetta fólk bara myndi ekki fá borguð launin sín og þess vegna þið nú að bjarga meiru en því sem venjulega bjargað í venjulegum bönkum sem eru innistæður venjulegra kuna. Upp á 2 milljónir eða svo. Já, $250,000 sem að dugar svona 90 og eitthvað% innstæðuganda og það einhver 3-4-5% af þessum ríku sem að fá þá ekki allan sinn pening út fyrir en það búið að ganga í gegnum gjaldþrotaskipti bankans og hérna þannig að já, þetta var svona bæði hefðbundi bankaáhlaup og bankarhrun en líka við mjög sérstakar aðstæður út af því hvernig þessi banki var sérstakur. Þetta var mikilvægur banki í Gísludalnum og þetta sem að Ásgeir var að lýsa hefur þá verið ótti fyrirtækjanna að það myndi hverfa sjóðirnir. Já, í raun og veru þá sko $250,000 er 15 manna þróunartími í 1 mánuð. Þannig að ef þú ert að gera eitthvað sko, þar sem að tekjurnar ekki farnar að streyma inn. Eins og áviðum flest. Eins og áviðum flest í nýsköpunarfyrirtæki en samt erum við að tala um það sko, að þetta var ekkert bara í Silicon dalnum. Það eru 200 störf á Íslandi undir að sem tengjast fyrirtæki sem að geymdu fé sitt í þessu banka. Já. Það er bara þetta var bankinn sem þú leitaðir til af því að hann var til í að veita þér þjónustu. Almennt séð nú bjó ég í Portland í 10 ár í Oregon, þannig rétt róan og og var svo lúsheppin að vera 1,5 ári fyrr á ferðinni að stofna félagið og væla út bankaþjónustu og ganga í gegnum það allt saman. Áður en að Silicon Valley Bank kom og sagði, við bara búin að redda þessu, við bara gera þetta fyrir ykkur, þetta er bara eitt mál. Þið fáu bara hefti og svo fáðu kreditkort. Gerum þetta allt eins og Tóti baðum hérna fyrir árið síðan? Já, svona cirka. Og við vorum þá bara svona að skipta, já, nei, það nenniði ekki. Og sem var fínt helgina, en þessi banki var með bara svona veita almenna bankaþjónustu til 8 af hverjum 10 svona nýrra vaxtarsprota. Þetta var ekki bara tækni, þarna var fólk sem var að, Etsy lendi í vandræðum, og það er bara að selja handavinnu, en það sem að gerðist var það að banki var myrtur, það var bara svona stungin í bakið, svona 1000 sinnum af fyrst af öllum sem hefðu fengið pening og einn að annan nota frá Peter Thiel sem er vinur Elon Musk og auðgæðist á sama tíma hann og síðan bara svona fóruðum allt. Ég skil ekki, hvað voru útskýrt þetta betur? Bankin var í svona ómerkilegri klemmu, svona þannig séð, svo klúðruðu þeir einhverju fréttatilkynningu með það að þá vantaði smá til þess að fylla upp í smá gat sem var af því að þeir þurftu að selja bréf áður en þeir höfðu ætlað sér af því að fólk væri svona að taka pening út úr bankunum aðeins hraðar heldur en þeir gerðu ráð fyrir sem var bara svona, það er kreppa og tæknifyrirtækin er að og verðbólga og alls ekki svona bauk og vesen og þá kom ordra frá Founders Fund sem að er stór vísisjóður til allra fyrirtækjana sem að voru í sjóðunum hjá þeim sem að hafði verið sagt við viljum að þið séum við bankan ykkar reikningan ykkar inn í þessum banka af því þá höfðu þeir svona skoðunarétt það var svona þægilegt, bara svona eitt login og skoða reikningan í öllum hinnum og en Sögðum að taka út flytja þetta í hvelli þeir fóru náttúrulega að segja öllum vinnum sínum og þá bara, hrundið þetta, þeir eru að taka út $100 milljónir á sekundu á 50 daginn. Það er enginn sem stenst það, ég er bara hissa að kerfið það við hangið uppi til að gera það. En 42 milljarðar bandaríkjadala fór út á... Já, sem er hvað? Margföld umsvif Íslands í heild sinni. Já, 20% af öllum eignum bankan og venjulega þóla bankan kannski að tapa 2, 3, 4, 5% sem tekið út á dag. En þetta var síðan bara,
pósthólið mitt, ég á póstlista með öllum öðrum sem að þú veist, það var eitthvað verið að þvælast að stofna startup eða gaufast í þessu í Portland og það var bara þetta var eins og að fá bara svona konsentrerað hagsmunasamtök heimilina 3 ára efni á einni helgi, þú veist, núna helgina. Og allir að segja þér að taka út eða eftir þetta pinning? Nei, allir að veltaði fyrir sig hvernig ég ósköpna á ég að borga fólkinu mínu laun. Já, af því að hann var í fallið bókin. Já, þú veist, það bara, ég veit ekki hvort, þú veist, ég á fyrir því sem ég á að borga mánudaginn, en svo ekkert meir. Þú veist, og þetta var fólk sem að, þú veist, átti 2 ára rekstrarfé inn á heftinu, þú veist, á þriðjudaginn og föstudaginn að þá bara átti það frá, þú veist, út mánuðin. En ríkið bjargaði þessu? Ríkið bjargaði þessu, eða það að segja í þessi sérkennilega operasjón í Seðlabanka Bandaríkjanna sem hann kemur ríkinu voðalega lítið við, svona þannig séð, en á vegum bankana. Þannig að þeir bara reiknaðu út að sko, þessi banki, að minnstakosti, og aðrir svona gætu staðið af sér áhlaup ef það væri bara svona, þú veist, ok, þú veist, ef þetta gerast aftur. Og þeir eigið fyrir þessu til lengri tíma, þú veist, eins og þessi banki sannanlega átti. Þú veist, það var ekkert, þú veist, það var ekkert svona subprime eitthvað í þessu, þeir áttu ríkisskuldabréf. Þú veist, þannig að það bara svona, þú veist, ríkið að segja þeir eigið ekki fyrir þessu, væri svona eins og að segja, þú veist, þið bara klúðruðu með því að fjárfesta í sko verðbréfunum okkar, hvað voruð það að spá? Þú veist, bara gati enginn látið það gerast. Þannig að núna horfum við á það að bankar í svipaðri stöðu sem eru ekki búnir að, þú veist, setja helmingina peningu sínum í bitcoin eða einhvern fjandann, að innistæður þar séu tryggar. En það hluthafarnir, þeir fá ekki vernd. Nei. Þannig að þessi banki er farin á hausinn. Hvar eru þessar eignir? Já, sko, það er mjög mikilvægt að muni í bókhaldi á bönkum að allt er öfugt. Sem sagt, eignir bankans eru útlán og skuldarlið bankans eru innlán. Þannig að segir íslenska innstæður ég er að veina mig af því að hætta að nota innstæður og segja innlán. Af því það eru lán til bankans, það sem eru innstæður, það eru á skuldarliðinni. Og eins og þú sagði þannig réttilega, ég meina eignina voru bara tryggar langtíma eignir í ríkisskuldabréfum, bandarískum og erlendum reyndar líka því þeir þurfa að fá aðeins betri ávöxtun. En þær eru keyptar á mismunandi tíma því það er hitt sem bankin gerir. Hann er stöðugt að fá inn pening og borga út pening þannig og þess vegna er svo vont ef að allir ætla að taka út í einu þá fellur hann. En þarna var síðan svona bókhaldslegt atriði við það að vegna þess að var búið að vera að hækka vexti Seðlabankans að þá voru þessar eignir af ríkisskuldabréfum sem voru á lægri vöxtum orðnar minna virði sem við keyptum áður en það vexti byrjuð að hækka og þá er mismunandi bókhaldsreglur hægt að nota að þú getur sloppið við að færa það sem tap ef þú segist ætla að halda þeim til gjalddaga og þá færð að færa það á gamla bókhaldsmátan sem er á kostnaðarverði og þá þarfst ekki að færa það sem tap. En ef þú verður síðan að selja skyndilega einhvað sem að þú ætlaði bara að halda til 20 ára, þetta var 20 ára ríkisskuldabréf sem var 18 ára eftir raunveruleg tap og þá þetta selja það á afslætti að því það er minna virði núna en þegar þú keyptir það og þá þarftu að realisera tapið og þá allt í einu er eigið féðið þitt í raun og veru miklu minna á jafnvel horfið. Þannig í raun og veru gerist gjald þrota spírallinn sem réttilega tryggerast af þessu annars vegar því að svona margir byrja að taka út en okkur byrja svona margir að taka út af Rúmur og Twitter og það verður náttúrulega mjög áhuga. Það er náttúrulega þeir voru að sækja nýtt hlutafé af því að þeir höfðu tapað þessu.
Já, að því þurft að selja. Þeir þurft að segja, ok, núna töpuðu við hvað, $2 milljörðum og þurft að sækja það inn og síðan gerður þetta allt sem er í vittlislu röð. Og þá ákveðu þeir sem áttu inni þarna peninga að ekki að bara taka það. Þessu bröðrukara. Það verður eitthvað bíð og sjá til hvernig þeim gengi kvöldunum þarna, að þá bara tekið mitt út. Já, og eins og venjulega, það sem að hefur sko sýnt sig í meðferð fagmanna í fjármálum, að þá það sem er kallað the thundering herd problem eða hjarðhegðunin og sko leið og ein beljan mýgur annarri mál og menn fara bara að gera eins og hinnir. Banki þarf náttúrulega að halda upp í trausti til þess að það ekki hlaupið á sig sko. Þetta er ekki allt hjörðin að kenna sko. Þessi banki var bara gólandi eitthvað og þess vegna hljóp hjörðin. En hjörðin enda sko mátti vita það ef að hjörðin færi öll þá fengi engin penning. Þú hugsar ekki þannig út í hjörðin. Nei, það er nefnilega issue. Þeir bara fóru á stað og síðan bara fór þetta bara ljónin er veikasta dýrinu sem er aftast. Já, þá sitja mér bara uppi með það allt í að núna er þessi banki dáinn. Það búið að redda peningunum en eftir stendur síðan það að öll fyrirtækin sem voru þetta þurfa að finna sér einhvern annan banka sem að veitir sömu þjónustuna er til í að hafa ung fyrirtæki í viðskiptum þegar við vorum að og fá svona kuna sem að hlaupa í burtu. Já, svona þannig að það er svona hvernig litst ykkur að fá þetta lið í viðskiptum það er bara svona já. Herðu, en það gerist eitthvað áður en að hjörðin hleypur. Það er það sem ég vil fá að vita hvað. Já, sko, og það því að það geti verið í öðrum bönkum. Eða hvað? Já, þetta getur ekki verið eini banki í heiminum sem að leggja vandræðum með eignir til langs tíma sem þau keyptu á lágum vöxtum þegar vexti fara að hækka. Nei, sko, það eru sérstaklega þegar vextir hækka svona skatt. Já, sko, það eru 2-3 mismunandi atriðanna, sko. Alveg rétt sem siglingafélagið minn segir ég hef aldrei talað efnahagsmál við áður, en mjög skemmtilegt, sko. Það er alveg rétt að þegar það byrjar að þá er skynsamlegt fyrir þig hvern og einan fjármálastjóra frekar að fara heldur en að bíða og sjá þó að þú vitir jável að það að þú farir og flyttir peningana allir sem að fenga vitið á Íslandi sjóð 9 og hvað það hétra maður fóru það var kolkrabbinn og engairættinn og þau fóru öll Guðbjörg Matthíasdóttir fóru allir sem höfðu möguleikað að fara fóru og þess vegna hrundi bankakerfið á allir sem ekki fenga að fara Já, þetta er hinn klassíska saga. Þarna var hinn undirliggjandi vandi svo langt sem ég hef séð. Nú þekkir ég ekki eins vel þennan banka í sínu heimasvæði og þannig að ég held að sjálfur sko rétt lýst að hann gerði góða þjónustu við sína kuna á allt það, en hann var dýr. Þú veist að þjónustu var dýr, sko, þannig að hann var fínar tekjur. Hann hagnaðist, það sem er eftir á, það er mjög mikilvægt að svona mismunandi bankar séu til að þjóna mismunandi tegundum af fyrirtækjum því stóru bankarnir vilja ekki fá startup fyrirtæki og þá fáum við enga nýsköpun. Punkturinn þarna sá að það verður að því sko bankar hrynji ekki eða gera einhverju mistök. Það eru stjórnendur bankana, við erum að muna það. Og þarna varð einhvers konar brestur í áhættustýringunni og varðandi duration risk, sem sagt gjalddaga áhættuna og vaxta áhættuna. Þegar þú ert búin að lifa í umhverfið það sem er 0% vextir í ansi mörg ár, þá verður lífið þægilegt. Jú, það er líka búið að segja þér að sko lágir vextir séu komnir til að vera. Já, og svo þegar þeir hækka. Það er auglýst í stjórnmálaflokkar auglýst það fyrir kostingar. Já. Eins og hér. Já. Og þá náttúrulega sko þegar það breytist og sérstaklega það breytist skyndilega og einn af krítisku punktunum í þessari sögu er þegar að Powell, seðlabankastjóri Bandaríkjanna, er yfirheyrður fyrir fram að þingnefndina á þriðjudeginum held ég þingnefnd hjá Bandaríkjaþingi verðbólguna og vaxtahækkanir að þá túlka markaðinir orð hans þar sem að hann ætla að fara í næstu viku að hækka 50 punkta ekki 25, þannig að það kemur svona ennþá meiri og það voru náttúrulega búin að koma verðbólgutölur og meiri verðbólgu þannig að það voru allir að vona að við varum komin á toppinn og þá meikum við þetta og svo er hann í yfirheyrslu þinginu og þá hann er að fara að gefa í og hækka vextina ennþá meira
og þá það skapar einhvern part af paninginu, einhver partur af því eru þessir til og það lið sem hlýtur að verða rannsakað hvernig tíst geta búið til bankaáhlaup og sko í doktorsritgerða vinnunum minni 2012 í Skandinavíu, þá sagði einn bankastjóri þetta við mig þegar ég spurði hverjar eru helstu áhættunar sem þú sérði rekstri núna, þú veist, 4 árum eftir hrun og allt gekk vel í Skandinavíu. Hann sagði þá, ég myndi þetta bara núna helgina, já, það í raun og veru að eitthvað tíst á Twitter geti sko sem ránt geti búið til bara áhlaup á minn banka og ég geti bara ekki stöða. Ekkert svo getur gett til stöða. Þannig að einkenni í hjarðarinnar þar að þar eru allir yfir sömu skoðunar. Jú, og það þú veist, það var magnað að fylgjast með þessu og alveg hróðalegt að þetta sko gerðist og það sem þetta á eftir að kosta í bauki og vissinni og En það lá við að þetta er miklu alvarlegra að það veri fjöldi fyrirtæki sem myndu bara rúlla. Þannig að þú veist, þau verður bara hvað er þetta að kalla auðvitað fyrirtæki sem ekki með tapi en allt í sjóður farin að það bara getur ekki reikið. Það getur ekki reikið. Þú veist, og jafnvel fyrirtæki sem voru með ég veit íslensk fyrirtæki sem að það mjög gjarnan að íslensk fyrirtæki eru með bandarískt annað dótturfélag eða móðurfélag til þess að taka inn tekjurnar. Hvert heldur að þessi félag hafi sett tekjurnar sínar? Í þennan banka? Í þennan banka. Af því að þetta var staðan í raun og veru þannig með svona fatt ekki endilega hvernig bandaríska fjármálakerfi virkar. Stóru bankarnir vilja ekki tala við nýja kuna. Þeir vilja bara tala við sko, þú veist svona Samherji eða stærra helst sko. Þú veist, og hugsalega dótturfélög Samherji af því að Samherji baðu að tala við þau sko. En Það er ekki tala við Dóta? Nei. Þeir vilja tala við, sko, þú veist fínt, við skulum taka þig í viðskipti, kvotum við 2 ára rekstrasögu, þar sem þú ert í pluss og og skattskýslur. Og það bara svona, þú veist, ég var að stofna þetta áðan, meðan að, sko, Silicon Valley Bank sagði síðan, þú veist, ok, við skulum taka ykkur í viðskipti, við höfum ekki lána ykkur nokkuð skapaðan hlut, en þið getur sett pening Þá kemur að spurningur síðan áðan, hver tekur við þessum eignum? Hvert fara þessi, Sko, það mjög... Hver tekur við þessum rekstri? Það bara mjög skýr strúktúr utan það, stofnunarstrúktúr í Bandaríkjunum, það sem heitir FIDIC. Það er ekki sem tekur yfir rekstri, þú færið bara ef að Tóti hafi átt inn í $18 milljónir, fær hann það bara sendar frá ríkinu og svo bara með þær inn að koma inn. Ég get bara millifært þar í einhvern annan banka. Þessi banki er bara ekki til, hann er horfinn yfirborðið jarðar. Já, hann er tekin yfir af yfirvöldunum og það í raun og veru stórfréttin í gærkvöldi sem lá ekki fyrir í gærmorgun. Og ég leyfi mér að segja allavega í dag að líklega einn af stærri viðburðum fjármálasögunar, einn af svona 5 stóru viðburðum fjármálasögunar á þessari öld. Og alveg á pari við 20. mars 2020 þegar við vorum í COVID og bandaríski Seðlabankinn dældi út meiri pening en á 3 dögum heldur en á 3 mánuðum 2008 og síðan þetta alveg á pari við breytingarnar eftir 2008 og 2013 þegar var ekki samkomulega milli Seðlabankana lán sín á milli, en það var það að það er ákveðið að tryggja allar innistæður, sko, að því að aftur, 2 mikilvægi punktar með þennan banka sem ég nefndi, hann var ekki að lána nýsköpunarfyrirtækjum nema smotteri, sko. Kreditkort og svona fastegnalán fyrir stofnandan til að kaupa, þú veist, það var 15% af eignunum voru útlán þessar banka. En hann var bara eins og tryggingafélagi, hann var bara svona sjóður, hann var að fjárfesta fyrir peningin, já, og sko, og það er hinliðin að hann var sko innan við 5 miljardar voru svona hefðbundar innstæður fullu tryggðar, þar segja undir 250. Hann var aftur þarna að þjóna þá ríka einstaklingar sem höfðu hagnast vel af nýsköpuninni, en aðalega fyrirtæki með heilmikinn pening. Af þessum sko 173 miljardum sem þeir voru með innstæður, voru 152 alveg ótryggðar, bara fyrirtæki. Þetta gerðist nú eftir hrun á Íslandi líka, þá tryggði ríkið allar innistæður, allar innlendar innistæður. Og það var fyrst og fremst til þess að færa hennum auðugustu og bæði auðugustu Íslendingunum, en líka það var til dæmis nýbúið að selja Actavis, þannig að það voru mikið af gömlum apótekurum með stórar fjárhæðir inn í böngunum,
En það, ég man ekki hvað það fóru ykkur 600 miljardar í að tryggja þetta. Þar að var sko mikill meiriluti til þeirra sem voru ekki sko, sem áttu miklu meira heldur en innistæðutryggingi sagði til. Já, þessna hef ég gagnrýnt. En líka til þess að vera hægt að borga fólki laun næstu mánaðamót og þar næstu mánaðamót og þar á eftir. Já, það var þannig banka kannski en það átti ekki við þessa sjóði sem voru gemdur í íslensku bönkum. Ekki sjóðina en sko innistæðunar í bönkunum hér, þú veist að það var alveg sko sama ástæða gildir að það bara svona, þú veist að ef að það anskotan ekkert að og það kemur einhver og tekur allan peningin þinn. Þú ert ekki þetta fyrir að vera kátur sko í mjög langan tíma á eftir með það gerir. Þetta svona samtrygging ríkisins sér þessa, en þú gerir það ekki alltaf við allar sko. Nei, það getur orðið gríðarlegt við hrunið, misti hellinga sko húsin sín og hellinga fjölskyldur sem eru fyrir stórkostnum vandra, þá kom ekkert samtrygging ríkisins og bjargaði því. Við verðum að reyna hann á milli í þessu til að rugla ekki umræðina sko. Hef verið og gagnrýndi að síðast í Silfrinu ríkisjónvarpinu bara nýlega að hér var ekki búið að taka á því að innstæðutryggingin ennþá ótilgreind eða ótakmörkuð hér á landi sem slæmt af því að það bara nýtast frá einstaklingsjónamiði ríkustu 3% eða ríkasta próstinu af því að innstæðutryggingin í Evrópu eða Ameríku svo upphæð 100.000 evrur, $250.000 að nýtast 90% það á engin svo mikinn peningin á banka en þú getur haft einstaklingar sem eru nýbúin að selja íbúð og ekki búin að borga nýju eða eitthvað þess að ruglum því ekki saman við síðan einhver svona slæmdæmi eða sjóðina. Hitt sem mjög mikilvægt sem áviðum þennan banka og áviðum 2008 á annan hátt að þegar þú ert að tala bara rekstur og fyrirtæki sem að fólk lifir af að sko ef þú manst Obama bailoutið fyrir fjármálakerfið var minna en bailout hans á bílaðina. Hann sem sagt bjargaði stóru bílafyrirtækjunum fyrir jafnmiklar eða álíka eða meiri jafnvel upphæðir heldur bönkunum. Af hverju? Af því þar voru sko einhver 100.000 starfa og heimila og ekki nóg með það heldur líka lífeyrissjóði þessar fólks og sjúkratrygging. Þannig að ef hann hefði ekki beilað út eða bjargað þeim rekstri að þá hefði sá forseti sittið uppi með í staðinn einhverja milljónir fjölskylda á götunni og það í raun og veru það sem við vorum að horfa á í þessu dæmi einhver þúsundir eða 100.000 fyrirtækja sem hefðu síðan haft sko dóminu áhrif þegar þau borgi ekki sína reikninga þá er einhverjur undirvertakar hjá þeim þannig að það í raun og veru það sem var bjargað þessa helgi og það sem ég meina með hversu stór viðburður þetta var að fara úr takmarkaðar innstæðutryggingu í ótakmarkaða og fyrir fyrirtæki En það var ekki gert fyrir en eftir að þeir eru búin að lesa yfir bækurnar og komast að því, ok, það eru 15% þarna sem að, þú veist, eru hjá einhvern sprotum sem að geta, þú veist, svona, þú veist, einhverju þeirra borga ekki, en svona flestir hafa nú bara borgað hingað til. Já. En í restin í, þú veist, örugum verðbréfum og í frá okkur. En ekki hefðbundin svona útlánabanki. Nei. Þannig að það sem sko komist að var það að sko, þú veist, þessi peningur til þú veist, peningur þarna hann fór ekki til money heaven sko, þú veist, það var ekki svoleiðis sko. Herðu, það var annar banki sem að dó helgina Signature Bank í New York. Já. Er það eitthvað skilt með þessu tveimur? Eða er það bara tilviljun að þeir falli veistu, það er ýmislegt skilt með þeim. Sá banki sérhæfði sig í þjónustu við lögfræðifyrirtæki og og lögfræðifyrirtæki Það hlýtur að vera skýta business bara lögfræðika í viðskiptum. Já, nema það sem þeir eru með, þú veist, þeir þurfa svona spesþjónustu, það sem svona rosalega mikið, það er einhver að kaupa Actavis og hann kaupir það af, þú veist, millifæri til þín og svo millifærið þú það, þú veist, út til, þú veist, eigendana og lögfræðifyrirtækin eru þarna í miðinni. Þannig að þau eru með svona escrow-reikninga og allan fjandann. Það sem er bara svona, er bara til skamstíma, haugur af peningum, sem ég á ekki, þú veist, bara, ég með þá bara sem, þú veist, ég er með umboð fyrir það, ég tek einhverju prósentur eða eitthvað, sko, og og svo, þú veist,
fyrir þetta út. Þannig að þetta eru, þú veist, haugur peningum inn og síðan líður einhver smá tími og svo haugur peningum út. En á meðan þarf þetta að vera, þú veist, mjattlast og það þarf einhver hagnaður og við þurfum að ávaksta þessa peninga þannig að verðbólgi getið ekki svona allar fjendan. Þannig að þeir eru með svona sama fiffið, þú veist, að kaupa einhver bréf og svo liðis. En svo fórum að leiðast og þá fórum þeir að gera voðalega mikið með kryptó. Og kryptó fór fjandast til og síðan ennþá meira fjandast til á föstudaginn þegar þeir týndu peningunum sínum í Silicon Valley Bank að svona talsöru leiti og þá panikkuruðu menn og þá sáum við fram á það að þessi banki stæðist ekki ekki eins og það smá áhlaup reiðra lögfræðinga sem að væri að koma á það sko. Og hann var 30. stærsti banki í Bandaríkjunum, þannig að hann hafði vaxið mjög mikið út á þessari aftur sérhæfðu þjónustu, þannig að hann var allt öðruvísin hinn, en líkur þannig að hann var að sérhæfa sig á einhverju sviði. Ég er ekki búin að skoða ársreikningana þar eins og ég er búin að gera í Silicon Valley Bank, en það að þeir hafi verið að fjárfesta í krypto gerði mér það svona... Já, þeir voru að þjónusta kryptofyrirtæki og kryptofyrirtæki þurftu síðan að taka út peningana sína í kvelli og svona... En eiginlega það sem er líkt... Hvað verið líkt á Íslandi með þessu bökum? Það sem ég ætlaði að segja fyrst er að það sem var líkt með að þessi bankar fjallu var held ég að það að vaxtastigið er búið að hækka svo mikið það að Seðlabankinn er að keyra hagkerfið í raun og veru að mörkum til að reyna að kæla það, að stöðva það og þarna eru komin 2 merki að það hafi verið kannski keyrt. Þú ert að keyra á vaxtamunaviðskiptum eins og við þekktum frá því í gamla dag og síðan allt í einu bara hættir hringekjan. Hún bara stoppar, þá bara spýtast allskyns í rusl af. Ok, hvað gæti eitthvað verið í íslensku fjármálalífi sem er líkt þessum bökum? Þið þóru ekki að segja neitt. Þið ekki búið til rönn og neitt. Hann má ekki segja það, hvert ætla að fara með peningin? Ætla að taka hann út á Íslandsbanka og setja hann inn í Arionbanka? En það er eitthvað rölda vegna að þá falla bréf í bönkum út allan heim fyrst. Bara töluvert, ég held að bara í Deutsche Bank sem að fjallu næstu 8% og fyrir helgi sko. Núna erum við svo lúsheppin að við erum á lokuðum markaði Íslendingar? Já, við erum á vernduðum vinnustað í sko, þú veist, við erum ekki gjaldeyrishöft þau eru ekki virk núna en það er þetta virkja þau á 30 sekundum í gjaldeyrismarkaðinu, það getur enginn tekið allan peningi sinn og fluttan til Seychelleyja án þess að þessi manneskja sem að sko fari yfir það, þetta gerist ekki rafrænt. Þú veist, það er manneskja sem fer yfir þetta, segir já, þessi millifærsla má fara í gegn. Þessi manneskja er í 2 vinnum, annars vegar hjá fjármálafyrirtækinu sem borgar henni laun og hins vegar hjá Seðlabankanum. Það sem að er búin að segja henni, þú veist, ef það fer rosalega stór millifærsla, hringdu. Og það er í raun og veru það sem að kemur til með að stoppa öll áhlaup á íslenska fjármálakerfið af því að við eigum ekki til krónur eða svona prentaða peninga til þess að þú getur tekið þetta allt saman út. Það bara er ekki til og hittu svona hvert ætlaður að fara með þetta á sparisjóð Trékyllisvíkur. Þetta er loka kerfi. Það kemst ekki. Þetta er góð greining hjá Tóta. Já, mjög stað bara nokkuð. Og við erum á ótakmarkaða innistæðutryggingu í lögum. Af hverju ætti einhver að En af hverju lækkar gengið í Kvikkubanka, Arionbanka? Sjóvá og Vís sem eru svona fyrirtæki sem eru að geyma mikla sjóði. Já sko, ef maður trúir á markaðinn og þú veist nú að ég er nú stundum gaggrínandi markaðins en ég trúi líka á hið góða í honum og sérstaklega ef hann er... Oft lætur hann eins og hann hefði mist vitið. Vel regluvætur, já og sko þannig að einhverjir vinir mínir sögum helgin að það væri örugglega góð kauptækifæri í bankahlutabréfum og ég er að tala alþjóðlega, ekki hér á landi á mánudagsmorgun eða í dag eða morgun því að þetta er svona panik á föstudaginn og í dag allir fara því að allir eru hræddir en þessi gæjar hafi líklega sagt það líka í október 2008 já. Og einmitt og það reyndist ekki vera rétt nei, einmitt, þannig að það er sko
en það sem En kom síðan í Lindarhvoli aðeins setna, sko. Fullt af góðum kauptækjavinum þar, sko. Já, þannig að sko sem að gerist í gjaldþrota meðferð að það þarf að velja út úr en sko nú man ég ekki hver var þráður. Ég verð að spyrja að hverju falla gengi hlutabréfa í bönkum já. og sérstaklega í tryggingafjölum. Já. Það er annars einmitt. Fyrirtæki sem er að geyma mikla sjóði eins og sjófa og vísa fallið mikið. Og þá er það spurningum viskum markaðinni, svo hversu djúpur, þannig við skulum segja ég sé að tala almennt en ekki sérstaklega um þetta hér á landi, að sko það sem gerist við svona áföll eða álagspróf eða svona viðburði eða bara við það að eins og Feddin er búin að hækka vexti svona mikið núna, að þá sjáum við hverjir bogna og hverjir brotna. Sem sagt, hversu gott businessplanið var eða mótilið og hversu sterkar stóðirna voru og hverju ekki. Þannig að það er í raun og veru það sem að gerast allavega. Banki sem er í eigu ríkisins að fullu ætti náttúrulega að vera örugasti bankin til að geyma peningarna sérstaklega ef þú ert ekki með fulla ótakmarka innstæðutryggingu. Ef að markaðin grunar að einhverjir hafi verið að gera eitthvað svona, hvað maður að segja, til þess að græða aðeins meira, sem að var augljóslega það sem var tilfellið held ég í businessmódelum og báðum á þessum föllnu böngum sem við talum, að menn er að reyna að græða aðeins meira á eignahliðinni innan þeirra ramma sem þess þó hafa þar. Þannig að þess vegna aftur ítreka ég. Það er reglu eftirliti og Biden sagði það alveg skýrt í ræðinu sín í dag. Þetta var náttúrulega að því að Trump létti af reglunum á regionalbankana sem að þetta Ef þetta er vandamálið, þá get ég alveg sagt að það eru miklu fleiri stýrendur banka heldur en í þessu þeim böngum sem hafa verið að gera akkurat þetta. Algjörlega. Það er algengar en ekki. Og próblemið sem að menn eru að horfa á núna og líklega ástæðan fyrir því að menn eru svona að vikta niður allskins svona spekulanta er það að sko ef þú gerðir allt eins og þú ættir að gera, þar sem þú ert bara með svona, þú veist, ég ætla að vera með sumt í bara svona lausafíð, þetta, þú veist, er bara og sumt ætla ég að vera með í svona skamtíma einhverju sem skilar einhverjum ávöxtun til, þú veist, einhvers tíma frá örugum, þú veist, það vonandi örugum í skuldurum og svo ætla ég að vera með sumt í, sko, langtíma dóti. Þegar þú síðan lendir í því að jafnvel í skamtíma dótinu að vaxtastigið breytist bara alveg svakalega, þú veist, bara í þú tókst bréf frá vís til 1 árs. Þú veist, en bara vextirna var hækkað 5%. Að þá er tapað þessu helvítis bréfi. Þannig að þá þýðir það að allir bankar allstaðar sitja uppi í, sko, þú veist, með það að þeir þurfi hugsanlega að segja, þú veist, fokkit í við töpuðum á þessu. Eins og þeir gerðu. Og þá fer verðið niður. Núna eru menn að gera þetta svona í rólegheitum að segja, þú veist, já, ok, þú veist, að þið þurfið þá bara að sækja ykkur inn meiri pening og og svona og þú veist. Það er bara, þegar harðbakkan slær, þá er það ekki einhverju fjárfestar sem koma með nýjan pening í banka, það er bara ríkis ekki með nýjan pening í banka. Já, sko, hvernig hefur það gerst? Það fer eftir hver harðbakkin er, sko, þú veist, að það, þú veist, ef við erum að tala um það að þú átt, þú veist, 100% í einhverjum banka. Það kom einn með $1, gefti... Já, jú, en ég get alveg lofa því, það er tops sem að kemur frá engageranum inn í bankageranum. Sko, þú veist, ef þú átt skriljónir í Arionbanka, og þú ert að horfa á það að sko keisi getur verið að þú getur mist þær skriljónir eða komið 25 milljónir á sko þriðjudaginn næstu viku, þá kannski veltir þið fyrir að koma þessar 25 milljónir af því að skalinn er ekki sko, þú veist, hann er ekki það stór. Þetta var $400 miljardar og 2 miljardar gat. Það var nú öll issueinu sko. Þannig að það er bara svona... Síðast þegar kom alvar að kreppa hér, þá komu menninir á Íslandi sem áttu skriljónir og það var meðal annars formaður bankastjórnar Glitnisbanka sem er með auðvustumennum í Íslandi, Þorsteinn Már. Hann kom ekki með skriljónir til að berga Glitnisbanka, hann fór inn í Seðlabanka og spurði hvort þeir ætti einhverja skriljónir sem þeir þarf að losna við. Sem er rétt, en það þarf að tala um skriljónir.
Þannig að þarna erum við bara að tala svona, 2 milljarða og þú veist eins og maðurinn sagði sko a billion here, a billion there, pretty soon you're talking real money. Meðan þetta bara 2, þá þetta ekki real money. En þeim tókst þetta ekki í Silicon Valley Bank að safna. En ég hef sympatíu fyrir þegar það eru svona nálagt manni og maður sá vinni sína ég vel lendi í vandræðum og maður veit þar að eignarhliðin var fín og örugg. Þannig að þar hefði í svona sensible, í skynsamlegum heimi átt að vera hægt að bjarga án þess að þurfa að fara í þessa vegferð helgina. Nei, og það var engin til að hætta sínu peningum í það. Nei, og umrætur til jáfnvel var bara að... Já, og þarna vorum við að tala það að þetta gerist allt saman á einu sólarhring, sko. Þannig að það er svona, núna erum við að horfa á það að sko allir bankar, og allir sem er að velta þessu fyrir sér, eru búin að hafa nokkra daga til þess að velta þessu fyrir sér, ok, er þessi banki að fara fjandast til? Og enn sem komið sjáum við engin merki það að það séu einhverjir svona vitrænir bankar og jafnvel ekki íslenski bankar sem að hafi sko... En það lítur nú einhver að vera að hugsa að þú veist, er það sniðugt fyrir okkur að vera saminast kvikubanka? Ég myndi ætla að það væri eðlileg spurning. Já, í þessum sjömanahópi sem að að taka ákvörðun það. Ég hef nú gagnrýnt það hér einmitt og það var mjög merkilegt hvað jafnvel fjármálaráðherra landsins kom snemma inn í þá umræðu hversu hagkvæmt og gott það væri að sameina þá banka. Þannig það er alveg ótt að segja það því að það er svona einleið til að bjarga bönkum að sameina og til þess að losna við vandamál og sópa þið inn í stærri banka. Þar eru að taka sko retail banka og fjárfestingabanka og sko púsla því saman. Þú veist, hvað köllum við það að síðast? Glitni? Já, og fyrir venjulega viðskiptavinni er það engin hagræðing sko. En sko hitt sem ég vildi nefna í þessu svona ef maður er að hugsa hvað gerist næst því að það er þá örugglega eftir að koma í ljós fleiri bankar og það er náttúrulega eina ástæðan fyrir gáfum markaðarins að lækka alla bankum 5% núna sjá hvað gerist og það er það sem gerist í svona kerfi eins og bankakerfinu og ég upplifði það sjálfur þegar ég var að vinna í ritgerðinni þegar ég var bara hreinlega að tala við skandinavíska bankamenn 2010 þegar evrukrísan byrjar sko. Og þeir þurftu jáfnvel stundum að fara út af fundunum með mér að því að það var verið að biðja að lengi í lánunum til Grikkland sko. Ekki að hoppa út úr gluggan. Nei, en sko það gerist á svona spennutímum að þá kannski eins og þeir sögðu mér þannig að þeir komið tilbaka já, þú ert kannski viðskiptu við 200 banka en þegar það verður svona órói í Grikklandi eða Evrókrísa þá skalar þið niður í 20 sem þú ert búin að vera í 200 ár í viðskiptu við sko að því þú vilt ekki eiga hættun á þó að sé bara 1 eða 2 af þessum hinum 180 að þú heldur þig við það sem þú dörur nýju bankarnir og minnstu bankarnir sem að fara aftast í viðröðina þegar það verður svona hallari. Já, en hitt sem ég vildi nefna sem við gætum séð af þessu og þú ræður hvort þú túlkar það að vera á íslenska markaðan eða almennt að sko afleiðingarnar af þessu gífurlega hröðu vaxtahækkun og sérstaklega í umhverfi sem er búið að vera í 0 vaxtastig út í bæði Bandaríkjunum og Evrópu í meira en áratug að við erum að fara úr svona þægilegu umhverfi þar sem þú hefur nægt rými þú getur hringt í bankan og fengið framlengdan yfirdrátt þú kemst upp með að skulda gríðarlega mikið og greiðaður út gríðarlega mikið arð og skilja gríðarlega mikið að skuldum eftir í fyrirtæki og tekur lán til að borga út arð og svona vitleysu sem að engin gamall bókari myndi leyfa en og svo er allt í hennu komin annar veruleiki að núna er allt í hennu komin disciplín fá ekki allir lán og þetta erum við farin að sjá á húsnæðismarkaðinu hér og það sem ég hef furðað mig á hvað hefur lítið verið rætt í tengslum við það er náttúrulega hinn hluti fasteignamarkaðin sem er atvinnuhúsnæði því ég vann nú í því fyrir amerískan sjóð í Skandinavíu að því að aftur koma þar inn svona dítilið það er sko hægt að sjá í ársreikningum velgerðum alveg ævintýrlegt magn af lánum sem eru að fara að breyta vexti á næsta ári já og þar inni og þegar að þú ert samkvæmt bókhaldsreglunum mögulega að færa í fasteignafélögum á það sem heitir gangvirði á íslensku sem er þetta mark to market sem er öfugt við þetta sem ég var að lýsa áðan það sem þú mátt hafa á kostnaði. Það sem gerist þá er að eignindan lækka af því að verðið á þeim er að lækka en skuldindar hækka vegna þess að vextinir hækka eða skuldabyrðin að þeim. Já og það sem gerist að í bókhaldskerfunum að ef þú ert búin að lána út
og þetta aftur lærdómur af sögunni frá 2008 að þá var í raun og veru búin til reglan að halda til gjalddaga af því að það sem þú áttir að gera með við þetta vandamál með að færa bókhald á markaðsvirðinu að þegar það realiserast að fasteignaverðir fara niður að þá þurftu bankanir að færa niður virðið á öllum lánastokkinum sínum, á öllum veðunum, að því að nú fasteignamarkaðin fara niður 10% eða 20% og þá allt í einu, var verið að búa til innri vanda í kerfinu og þá var reikningsskilareglum breytt yfir nótt af örfámunum sem hefur aldrei verið fjallað síðan í þetta að þú megir sleppa því að færa til taps markaðsvirði á lækkun ef þú ætlar að halda á þeim skuldum til endaloka eða til gjalda. Þannig að og það var síðan í raun og veru ástæðan fyrir því að það var ekkert gert fyrir, eða svona ekkert almennilega fyrir heimilin hérna eftir hrun var það að það sem hann hefðu átt að gera var að segja, ok, þú veist það bara við ætlum að láta fasteignamarkaðinn falla 30% í staðin fyrir að láta eitthvað fólk setja skuldsett upp í rjáfur að og með veði sjálfum sér. Það var gert til að venda bankana. Það var gert af því annars hefðu bankarnir farið fjandast til 9 bankarnir, bara 1, 2 og bingo. En slík hætta er komin hér út af falli á verði á atvinnumstæði. Já, og ég held að dóttir mín hafi keypt síðustu íbúðuna sem að seldist á höfuðborgarsvæðinu að þú veist, það bara það kaupir engin heilvita maður íbúð núna í næstu viku það bara getur ekki verið þú veist, það verðið hlýtur að vera. Má ég aðeins teknilega því að þú segir þetta áskipinninnar að ég þarf ekki að lækka virðið í bókum mínum þótt að það hafi lækkað 20% verð á atvinnumhúsnæði ef að ég lofa hverjum að ég ætla að eiga þetta áfram eða hver á að lofa hverjum? Já, sem sagt Hvar farið þessi lofur fram? Við endurskoðandann og ársfundin sem hið æðstavald í félaginu en lykilatriðið þarna er það að lykilatriðið náttúrulega eigir fyrir áborgunum. Já, ef þú getur borgað þá getur þú sett bara, þú veist, ég ætla bara að halda áfram að borga þetta og ég bara býði þessu húsu og mér er alveg saman hvort það er 110% greiðslubyrði á lánum þegar þú veist, vaxtahækkunin kemur inn getur meira en bara tvöfaldast. Já. En í raun og veru þarna erum við að tala um þannig að við tala einhverja sjóðu og einhver fyrirtæki og eitthvað svoleiðis sem hafa nú vonandi svona borð fyrir báru einhver staðar en það sem við erum að tala um það að ef þú getur borgað þá skiptir það þig ekkit endilega bókhalslegu máli hvort að virði einhvers í dag sé meira heldur en þú masta eða minna eða eitthvað, þú bara heldur áfram að segja þú veist þetta var það sem ég keypti þá ég borgað að láninu en Áskil var ekki að tala um það var ekki að tala um að þú hafi keypt þetta og þú hækkar það eftir markaðsvirðir og máta og svo byrjar það að lækka að þá segir ég ætla ekki að lækka það að ég ætla að eiga þetta. Já, það eru nokkrir fænanlega búndar henni í þessum mjög áhugaverðum umræðum Við erum að greina á milli hvort við erum að tala um fólk eða fyrirtæki síðan verðum við að greina á milli og svo verðum við að greina á milli erum við að tala um frá sjónarhóli þú manst, módelið, efnahagsreikningar hagkerfið er vefur efnahagsreikningar sem eru samtengdir þannig er þetta að tala um það frá sjónarhól efnahagsreiknings fasteignafyrirtækisins sem áhúsið efnahagsreiknings fyrirtækisins sem er að leigja það og borga leiguna eða sjónarhóli bankans sem að lánaði félaginu til að kaupa húsið. Það vil ekki að það veri lekkað. Nei. Það er óhendugt. Já, og þannig markaður getur ekki leiðrétt sig. Það verður ekki lækkun á atvinnuhúsnæði þannig að þá verður til ný fyrirtæki sem getur farið inn í þetta húsnæði. Bankin heldur þetta uppi. Já, að hluta til var þetta málið í Silicon Valley sem vorum að tala um að þegar þú síðan neyðist til þess að þá sést eins og það heitir þegar það flæðir frá þá sést hverjir er í sundskilu og hverjir ekki þannig að það er við erum svolítið í öldurótinu ennþá núna, við vitum ekki einu sinni hvort það er að flæða að það frá en það er öldurótu, við vitum ekki hvort að næsta bára verður 1 metr á hæð eða 150 og síðan er þetta náttúrulega eins og í svona flóðbylgjum að hættan er þegar að útsogið kemur
þannig að þá skólast oft þessi skilurlausu gæjar að fara með. Já. Og fullt af fínum hlutum bara hérna. Og það, þú veist, en hérna að sko, þó að það farið alveg rosalegi tauganámi þegar fjármálaplepparnir voru dregnir fram þessu segðu þetta voru nú engin áhrif á Íslandi, þú veist, þegar eru 100 starfa undir að og síðan bara svona þú getur rétt ímyndið ykkur, þú veist, hver staðan er hjá fintech fyrirtækjum sem að þú veist eru í þjónustu við bankageirann sko, við eigum nú einhver svoleiðis sem að hafa verið að gera góða hluti, það verður erfitt ár framöndan hjá þeim sko. Þú veist, þannig að þetta er þú veist, þó að þetta við sloppur og hot að þá er skaðin ekki skeður sko. Þú veist, hann verður langdregin og leiðinlegur. Og djúphreyfingarnar sem að þetta veldur, sem er þessi skyndilega vaxtahækkun sem hefur áhrif alls konar fyrirtæki út allan heim, byrja að hafa mikil áhrif á skuldsett ríki í Argentínu og víðar, þannig að við munum vera að horfa fram á efnahagslegan óróleika í heiminum margar vikur, margar mánuði fram í tímann. Já, og bara þegar mann er að telja saman, sko, þú veist, ég sá það einhverstaðar þegar maður rýnir í fréttirnar hjá Innherja og Vísi, að svona, þar sem þið byrja að skyggja yfir það því maður borgar ekki áskrift að því, að þú veist, þá sá ég að sko, Eyrir er með, sko, er að borga 17,1% vexti, þú veist, til þess að halda hlutum sínum í Marel. Það er ógeðslega mikið. Já, það er ekki slík ávöxtun á hlutabrjónum í Marel. Mínus 50%. Þeir eru að tapa sko milljónum fyrir hátíð og milljónum eftir hátíð. Þú veist, og það, þú veist, þannig að jafnvel okkar sko bestu útspil eru við með talsverðar hættu að bara missa þau. Marel lækkaði mikið í verði í dag. Sko almennt séð aftur þá er mjög mikilvægt að minna á það sem Biden sagði í lok ræðuna sinnar í dag, hún er nú bara innan við 5 mínútur, ég mæli með henni á YouTube að fjárfestar geta ekki alltaf unnið sko, kapitalismin virkar þannig að stundum tapa fjárfestar, þannig að það er kannski einn af Þú lítur á þessum jákvætt Nei, sko ég bara segja að það er mjög gott að einhver eins og hann segi það upp átt, af því það þurfa að vera afleiðingar og það tengist hinnum punktinu mínum með það sem er mjög spennandi núna framöndan, spennandi en ókvænlegt samhliða, að markaðirnir aftur á skuldabréfunum eru að reikna með núna að Powell muni ekki hækka vextina í næstu viku nema kannski 25 púnta og jafnvel ekki neitt sko. Það eru væntingar frá markaðum að þetta hafi verið nógu mikið sjokk til að stöðvan frá því að fara upp það sé bara hætta við að þetta dunki niður í eitthvað samdrátt þetta valdi eitthvað slíkum áhrifum í efnahagslífinu. Já, en á hinbúgin það sé óráðlegt að hækka síðan, sko, það sem hann er búin að vera að gera er það að hann er búin að vera þú veist, að rífa í handbremsuna þú veist, á bíl sem er á leiðinu brekkuna þú veist, það er svona aðeins búið að fergja sko, í þetta, þannig að núna hægir þetta allt saman á sér þannig að hann þarf ekki endilega að hækka vextina til þess að sko stoppa einhvern svona í einhvern óða bjartsýni í þetta er bara að stoppa sjálfu sér þetta er bara að menn er að leita einhverju til þess að til þess að vera með hefti og hvar fæ ég kreditkort og svona þú veist sinnum 400.000 svona fyrirspurnir sko. En á hinbóin má hann ekki sleppa öllu lausu aftur eins og var gert eftir fjármálahrunið, eftir Evrokrísuna, eftir COVID að fara alltaf aftur í núllvextina af því að sko þó ég sé nú lágvaxta sinnaður eins og veist hér á umræðinni að þá er eins og við vorum að nefna vandinn við það umhverfi og hættan sem að engin mann lengur núna en við sjáum svolítið af dæminu sem að Tóti var að nefna með ef að fasteignamarkaðurinn er farin að fara niður á við það er sem sagt verð hjöðnun að þá býða allir með að kaupa því það er betra að býða eina viku en því þá kannski lækkar það meira og þá ferðu í of mikið frost og það er akkurat þú veist, það er hinn útgáfan af við erum komin í það á íslensku fasteignamarkaði það er bara þannig, það hreyfist ekki neitt og þá þýðir það að sko, ég menna það þú veist svo eru bara svona einhverja keðjur sem eru sem eru þú veist, bara að stoppa því að þú veist, það er einhver sem er að þú veist, að vesenast með greiðslumat
og það eru 11 transaksjónir sem býða. Það alltaf, kæðin svo veik að hún brotnar einhverstaðar. Já, það er náttúrulega bara, keðjur eru þannig að veikast lekkurinn er það sem að, Það allir eru sammálaður því að það er eitt af höfum einum íslensku samfélagi að vantar húsnæði þegar fólk að búa í, að þá hrynur fasteignamarkaður, þannig að það er eiginlega ekkert húsnæði sem er sett út á markaðin. Það er bara, ef það verður óbreytt það sem eins og afir þessu ári, að þá verða ný húsnæði einhvers staðar bara helmingurinn af því sem hefur verið metið sem nöðsilegt. Sko. Og við erum með svona skamtíma issue eins og næstu mánuðum út að þá ætlum við að henda öllum úkraínskum flóttamönnum út á Guð og göttin. Og við fengum 11.000 nýja Íslendinga í fyrra og það er stefna stjórnvalda að byggja 35.000 íbúðir. Ég er ekki alveg nóg af fólki hérna. Húsnæðis og mannverkja grannbókinni. Já, punkturinn þarna er sá að það er þarna skortir framboð sem einhver þarf að gera og markaðinum er ekki treystandi til að gera það í þessu. Eru menn tilbúnir í að fara í einhvers konar breiðholtsuppbyggingu eins og við vorum Markaðurinn getur ekki bara svona fjármagslega séð. Þá getur markaðurinn ekki gert þetta skikkanlega á þeim prísum sem maður þarf að gera þetta. Þannig að við þurfum, ef við ætlum að redda þessum húsnæðismálum, að þá verða að vera langtíma peningar sem eru settir í það, sem að þurfa þá að koma annarkvort frá ríkinu eða lífeyrissjóðunum. Það er klárlega ekki braskaratir sem hafa rekið áfram húsnæðismarkaðins. Nei, og jafnvel þó að þú ætlaðir bara að vera góður braskari og þú ætlaðir að kaupa fasteign og einhvers staðar og þú ætlaðir að leigja hann út og bara svona, rétt eiga fyrir því að sinna viðhaldi og afborgunum og eitthvað svoleiðis, að þá ertu að fá, þá ertu að borga húsið á 25 árum, fasteignina, og afborgarnar eru það háar og síðan ertu að setja ofan á það að það þarf viðhald og eitthvað svona dúdilí daga, að það er bara orðið of mikið. Ef þú ætlar að fá þetta tilbaka á 25 árum pluss vexti. Þannig að þá erum við bara að horfa á það, og móti kemur síðan að þú getur síðan sett þetta í kvikubanka bréf og fengið einhvern brjálæðislega vöxt af því að menn eru bara einhverjuna fiffiríi á lokuðu markaði þar sem að lífeyrissjóðir verða að kaupa því að það koma 80 milljarðar inn á mánuði í sjóðina sem þurfa að fara eitthvað. Þannig að við erum að horfa á það að til þess að þetta gangi þá verður þetta að vera fjármagn sem er til í að vera til lengri tíma og í staðinn fyrir að það sé verið að lána fólki peninga fyrir heilli íbúð og þá segir sjóðurinn, þegar ég skal kaupa með þið bara hálfa íbúð og þú borgar mér ekkert fyrir það, fyrir þú selur. Þá ætla ég að taka helmingin. Það þarf að hugsa einhverja svona nýjungar í lausnum. Nú þetta kerfi virkar ekki, það er held í öllum ljóst. Já, ég meina það var mjög merkilega frétt á RÚV sjónvarpsveitunum frá BHM í dag þar sem þeir voru búin að reikna út að álagning þeirra sem er að byggja nýjar íbúðir í Reykjavík og búin að tvöfaldast. Já, það er 120%. Já, fór úr, þetta er náttúrulega og svo vilja menn trúa á svona markað það er svolítið skuggalegt Hildar, þau eru með að tala hérna hrunabönkum og það er náttúrulega eins og það komið fram hérna, þá er óróleiki út allt eins og kemur fram í samtölunum okkar en hérna ég ætla að fá að setja botnin í punktinn við þetta núna Þórarinn og Ásgeir Brynjar, kæra þakki fyrir komuna. Þú vil ekki einu sinni segja þetta reddast. Við siglum í gegnum þetta það er hérna en það stundum gefur á. Herðu, við ætlum að snúa okkur öðru, við ætlum að tala við hafnarverkamenn hjá Eimskip sem að vilja fara úr Eflingu yfir í Sjómannafélag Íslands og spyrja þá hvernig standa því. Þetta er augnablik. Já, það eru hafnarverkamenn hjá Eimskip að þeir vilja ganga úr Eflingu og yfir í Sjómannafélag Íslands hafa stofnað félag hafnarverkamanna
sem að kannski verður ekki sjálfstætt félag, heldur deildinn í sjómannafélaginu, ég vitið almennilega, en þeir eru ekki komnir, formaður og varaformaður, Jón Arason og Sverrir Fannberg Júliusson. Verið velkomnir. Takk. Má spyrja þig, Jón, af hverju viljið það? Af hverju viljið fara úr Eflingu og yfir í sjómannafélagið? Nú í fyrsta lagi bara það, við vildum bara sjá okkar mál sjálfi bara. Við höfum engin áhrif innan Eflingar, eins og með svona samninga og kjaramál og svoleiðis. Þannig að við myndum vilja sjá bara okkar mál sjálfur. Það var nú megin atriði sko. Meira að sjálfstætt félag eða þá deild? Já, bara deild innan sjómannafélagsins. Sverrir, þú það er málið? Já, sko ég... Þetta er sjálfstæðisbarátta, hafnargamanna? Já, þetta er það náttúrulega, það sem að sko spurningin eins og Jón segir að fá að sjá okkar mál sjálfur vegna þess að við eigum kannski ekki samleið með öllum sem eru innan Eflingar. Efling er náttúrulega mjög stórt stéttarfélag og Hvernig þá, með hverjum eigið þið ekki samleið eða? Sko, yfirleitt... Eða hefur Efling breyst þannig að þið, einu sem var, voru þið í Dagsbrún, það var bara kallar í því félagi? Jú, Þá voru kallanir á Eyrinni voru hjartað í Dagsbrún, ekki? Jú, allavega vildi Guðmundur ekki meina það á þeim tíma og en þetta er sko... Þessi hluti Eflingar sem að vinna í Eimskip eru þeir sem að vinna nýra á bryggjunni. Bæði bílstjórar, tækjamenn og ýmislegt annað, bæði kallar og konur. Og þetta hefur verið svona, ég hef náttúrulega unnið hjá báðum fyrirtækjum, bæði hjá Samskip og Eimskip. Og maður hefur svona tekið eftir að kannski samlegin sem slík, en þetta er spurningin að geta komið þeim áherslum sem að skipta okkur máli sem hópur þarna niður frá. Við erum náttúrulega að vinna áhættustörf, bæði liftarar og sísumenn og annað og töldum okkur það bara að vera betra við athugum hvort að við getum unnið eitthvað með Eflingu á sínu tíma og því miður ekki hægt þá. Þannig að þá fórum við bara að leituðum annað það sem við höfum búin verkefni. En talandi eitthvað sem er hættulegt að olíuflutningavinninni fengu auka hækkun núna út af að það var eitthvað hættulegt að flytja. Já, með ADR réttindin. Það var svoleiðis með eitthvað hækkun og hvað var ekki eitt launaflokkur eða? Jú, það var hækkun á álæginu. Já, álæginu, 620 krónur minni mig held ég á tíman. Á per klukkutíma. Þannig að þið hafi ekki náðu ykkur slíku fram. Já, það er bara, sko, síðasti samningur sem var gerður 2008, sem orðið alltaf langt síðan. Svona samningur, kjarasamningur. Sérsamningur við hafnargamann. Já, 2008 og það hefur ýmislegt breyst á þessum tíma. Bæði Eimskip hefur stækkað, orðið mun meiri vinna, yfirvinnan orðið miklu meiri og fleiri skip og fólk að sko til þess að hafa nokkuð gott þarf að vinna rosalega mikið til þess að hafa gott út úr þessu og þetta er náttúrulega vont sko þegar þú ert að tala fólk sem er með fjölskyldur eins og í dag þá viltu eiga tíma með fjölskyldinni, þú vilt eiga frítíma með fjölskyldinu og fólkinu þú vilt ekki þurfa að vinna allan sólarhringinn og bara með mig til dæmis ég tók rúmlega 300 tíma í einu mánuði og svo tók ég þó nokkuð minna mánuðin þar á eftir ég var með svipa útborga. Veitu hvernig gat það gerst? En náttúrulega því meiri yfirvinna sem hún tekur þá ertu að fara í hærri skattþrep og þá náttúrulega minnkar það sem þú ert að fá. Það er alveg ótrúlegt hver munurinn er mikið, hvað tekið þær í skatt og með hvað þú ert að vinna miklu yfirvinnu. Þið ekki það eina gróðunum ykkur að lækka skatta það væri ágætt lækka persónuafslátt en sko félögin hafa verið að stækka eins og Efling er náttúrulega samsett úr sko er ekki sókn og framsókn og Dagsbrún og eitthvað líka fyrir austan fjall og alls konar félög og með sömu áframhaldi myndum að geta spáð því að Hlíf myndi fara þann inn og svo endanum færi sko verkefnisfélag
í Keflavík líka inn í sama félag, eitthvað svoleiðis. En þegar þetta gerist, og þið þekki kannski frá iðnaðarmönnunum líka, það verður að samina þau og þá segja menn svona, það var nú skemmtilegra þegar maður mætti bara í trésmiðafélag Reykjavíkur og hitti menn sem voru eins og ég með sömu hagsmuni. Þetta þekkt inn í verkefnisreifingunni. Þá maður að spyrja, hvað mikið að vilja eitthvað til þess að fara út úr Eflingu bara svona atriði? Að vilja vera svona bara með þrengra félag sem hérna með fólk með líkari hagsmuni saman, eða eitthvað sérstakt við hafnarverkamenn og Eflingu? Já, ég veit ekki. Verra að fara með ykkur inn í Eflingu heldur en bílstjórana? Sko ég vil hafa þannig að það ekkert farið illa með hópin. Málið að það heyrist ekki í mannhafinu? Nei. Eins og þetta var áður fyrir, eins og þú bersinlega bendir á hann þegar dagsbrún var og það voru hafnarverkamenn ákveði hjarta af því, þú sér það ef að hafnarverkamenn hætti að vinna, stoppa, þá ákveðin partur af landinu sem bara stopp. Enga vörur, ekki neitt, engin innflutningur, engin útflutningur. Það ekki það sem við erum að reyna að leita einu sinni eftir. Þú veist, við viljum bara að kjörin okkar séu betri, að við getum fengið að setja niður þær áherslu sem skipta þennan hóp máli vegna þess að sko hvort sem við værum í Eflingu, hefði Efling á þeim tíma sem við rættum við þau verið tilbúin að vinna með okkur í að gera til dæmis deild innan Eflingar á þeim tíma, það hefði alveg verið, þú veist, að skipta einhver máli þannig sé hvar við vorum, við hugsuðum að gera þetta sjálfir, bara að stofna okkar stéttarfélag, en það náttúrulega aðeins meira heldur en að segja það og það búið að reyna þetta að samkvæmt því sem að mér skilst af félögum okkar sem eru búin að vinna á kantinu lengi, að það búið að vera að hugsa þetta í 20-25 ár að gera félag hafnarverkamanna en það hefur aldrei náðust fyrir núna að ná þessari samstöðu innan hópana sem að Og hver samstöðan? Þetta allir sem að vinna hjá Eimskip niður á Sko, við náttúrulega fórum í þá vegferð þegar við byrjuðum að ræða við bæði Samskip og Eimskip strákana þar og eins og hefur verið sagt marg oft að þetta náttúrulega mismunandi þjóðfélagshópar, mismunandi fólk frá mismunandi löndum þú veist, sem að koma til dæmis frá löndum sem að kjarabarátta nú kannski ekki sett efst upp á lista og engin stéttarfélög kannski eða neitt annað sem að berjast fyrir þannig að skilningurinn kannski ekki alveg nógu góður við náttúrulega fórum í þetta byrjuðum á þessu núna í sumar þar sem við fórum svona að ræða þetta alvöru og svo rættum við félag okkar í Samskip og rættum við félag okkar nýra á bryggjunni það hefur rúmlega 64 sem að skrifuðu undir að ganga yfir í nýtt félag nýra á bryggju hjá okkur það náðist ekki á réttum tíma með félag okkar hjá Samskipum en ef allt gengur eins og það vonandi gerist þá munu þeir koma til okkar þegar nýjir samlingar eftir ár En eru allir verður þetta þannig að ef að ég fer að vinna á Eyrinni hjá Eimskip að þá munu ykkar samlingar ef þetta gengur eftir hjá okkur munu þá ykkar samlingar eða verður tveir samlingar eða annars þarf ég að velja hvort ég ætla að vera í Eflingu eða Sjómannafélag Íslands það fer bara eftir félagsdómi hvort að það er komið ljós það var í dag málflutningur í þessu líklega kemur niðurstaða í lokavíkunar hvort að þið fáið að gera þetta ágreiningurinn er það hvort þið megi gera þetta á meðan það eru kjaradeilur það eru nú búnar, eða ekki? Já, sko, ágreiningurinn er eiginlega eins og vilja sem stefnuna þá er ágreiningurinn sá að við höfum ekki skilað inn á réttum tíma að það hefur verið byrjað að kjara viðræður þegar við skilum inn nema að sko allir pappírar sem við skilum inn eru deytaðir alveg 2 vikum áður en að var byrjað að ræða saman formlega, þetta er náttúrulega skiptir máli að þessi formlegar kjara viðræður, ekki bara vera að spjalla saman út í horni og það er það sem við erum að reyna að fá í gegn og líka spyrja náttúrulega félagsdóm að því ef ekki núna, hvenar og hvaða klukkutíma, hvaða mínútu hvenar megum við gera þetta það er eiginlega það sem við viljum fá að vita En akkur haldið þið eitthvað minni líða betur í Sjómannafélag Íslands? Sjómannafélag Íslands er ekki í ASÍ skiptir það máli? Það ætti ekki skiptir einu máli fyrir okkur sko. Akkur finnst ykkur að vera í samleið með köllunum á frakturunum? Sko, þetta er nú sumstaðir er þetta í sama félaginu, altså fraktarasjómenn
hafnarverkamenn, jáfnvel bílstjórar, ég held að sé þannig svolítið í Bretlandi. Bara mjög gott að hafa rótgróði félag bara bak við okkur líka. Já. En svo náttúrulega líka það sem við erum að sækjast eftir sko möguleikin að geta komist inn í ITF sem alþjóða International Transport Association sem náttúrulega ákveðin sem sagt bakland sem þú hefur þá líka. Sem að sjómannafélagið inn í. Sem að sjómannafélagið í. Svo fraktara sjómennir eru inn í því. Já. Og þetta eru oft félög þar sem eru líka hafnarverkamenn og bílstjórar. Já. Og þetta eru mjög stór samtök og að geta haft svona gott bakland á móti sér. Segjum það, ef við færi í það allra versta að það yrðu verkvöld. Segjum það, þú veist. Að þá maður með þennan stóra bakvall til að hjálpa sér í sinni kjarabaráttu til að gera betur. Þú veist, við erum þá ekkert bara þessir 60-70 kallar á kæjanu lengur. Sem stjórnir í hvort að vöru komin til Íslands? Nei, þú veist, það liggur ekkert bara þá okkur. Ok, en hvað viljið þið? Er þetta herskátt verkvælsfélag? Haldið þið getið? Nei, ég hef ekki sagt það. Við erum bara að hugsa fyrst og fremst okkar hagsmuni. Já. Og þið teljið að þið getið sótt hærri laun? Já, ég meina allan kjarabætur, já. Hvernig tekur Eimskip í þetta? Sem nú að stærstu leyti í eigum Samherja? Maður hefur ekki heyrt mikið frá þeim þannig, sko, en maður veit ekki hvort það sé með þessu eða móti þessu. Þannig sé, sko, en maður reikna með að sé hlutlausir eins og þannig að þið fóru í þetta með okkur hérna Efling. Þeir eru náttúrulega saman í þessu Eimskip og Efling í félagsdómi, þannig að verða að fara náttúrulega löglegu leiðin í þessu. Þannig að það kemur bara ljós hvernig það verður. Já. Eins og sagðir áðan. Já. Úr félagsdómi. Þannig að en þessi sem eru með ykkur í þessu, þessi 60, það ekki allir sem eru hjá Eimskip? Það er ekki allur hópurinn sem er hjá Eimskip en hafnarverkamenn hafa klofnað? Nei, ég myndi ekki segja klofnað, það bara sko hópurinn með mér sem áslöðu, það eru sumir sem að hætta núna eftir á árinu eða næsta ári sem að, þú veist, bara alltaf klára það sem þeir eru, skilur, en eins og þeirra voru ráðin í vinnu, ég til dæmis hef borgað í allt annað stéttarfélag, heldur Eflingu, ég náttúrulega kem út af landi. Já. En svo þegar þú mættir í vinnu þá bara sagt við, hér eru Eflingasamningar og þú þarft að borga Eflingu. Og það fyrir mér það ekki félagafrelsi að hafa, að þér sé sagt bara þú að borga þarna. Þetta spurningin að fólki sé að fá borga fyrir vinnu sína. Það okkar krafa í vinnu að fólki fái vel borga. Við erum með fyrirtæki sem er með 8 milljarða hagnaði á síðast ári og eru strax farnir að tala 2 ný skip einhvern tímann á næstu 3. Þannig erum við með hóp sem er tilbúin að vinna þegar kalli kemur og eru stundum að vinna mun meira heldur en þeir eru nætt að gera vegna þess að þeir hafa trú á fyrirtækinu og vilja náttúrulega láta fyrirtækinu ganga vel vegna þess að það ætti náttúrulega að drippla niður til þeirra sem eru undir og það það sem að við viljum sjá þegar við fórum út í þessa vegferð að þetta sé að drippla ekki hálfa leið, þetta sé að drippla alla leið niður. Þú veist að dróparnir sé að líka að lenda á verkamannum, hafnarverkamannum sem í drullu kulda úti að skóa gáma eða keyrandi með 20-40 tonna gáma kannski fulla sprengiefni þess vegna Og Eimskip hefur grættu mikið á COVID þegar það voru svona hækkaði flutningsgjöld út allan heim og líka í kjölfara Úkraínustríðinu, þannig að þeir hafa grætt á því sem að þeir voru ekki að búa til. Þetta bara borist til þeirra. Herðu, ég tek að því að þeir eru eins ból. Ég er hafnarverkamaður. Ég stopp ekki þegar ég er þreyttur, ég stoppa þegar ég er búinn. Er þetta frá félaginu? Þetta frá félaginu. Þú ert líka með bolla? Jú. Já. Með logoinn á og sami text aftan á. Já. Og ég sá að, þú að búa til hann að verkamaðurinn sem vefur? Já, ég og þeir eru komið málgagn líka? Já, hann og ekki neitt á vegum félags hafnarverkamenna. Þetta svona þegar þetta byrjaði allt saman núna, kæra baráttan, að þá fannst félagum mínum og mér þetta var svona mikið út allt fréttir. Þú veist, þetta var ein frétt þarna sem var ekki saman á þarna megin, þannig að
við ákváðum að reyna að gera vefurinn sem að samina fréttirnar á eitt stað fyrir þá sem að hafa áhuga á verka líðsmálum og og bæði sem við höfum, já, og ég skal alveg viðurkenna það, Gunnar, fyrir árið síðan þá hef ég engan áhuga á þessu. Mér langaði ekkert að fara út í þetta. Þetta var ekki það sem ég langaði bara að vera lífstálmaður að búi, sko. En eftir ég byrjaði að dútla í þessu með Jóni og félögum okkar, þá þetta farið að vera miklu skemmtilegra. Ég náðu svona fylgjast aðeins með og sjá gamla ræður eftir jakkan og annað og þú veist, ef maður hefur áhuga fyrir því að hlutinni gangi betur, þú veist, þetta ekkert spurningur að gangi vel fyrir mig, eða fyrir Jón Ara, eða fyrir stjórnina, eða hvern annan, aðalega þetta fólki á bryggjunni sem skiptir máli hana. Þetta ekki við, sko. Við erum bara málpípur fyrir þennan 60 manna hóp þarna niður frá. Það eru breytingar í fórustu eflingar, 2018? Sólveig Anna var kjörið formaður. Hvernig finnst ykkur hún standa sig? Þú var það? Já, svona upp og niður bara korkin ég veit ekki, stundum finnst mér standa sig vel og stundum skil ég ekki hvað hún að fara hvaða leiðir hún að fara en ég menna, hún bara að hugsa fyrst og fremst sitt fólk. Þið eru hennar fólk, eða ekki? Já, jú, við erum hennar fólk núna, þannig eins og þannig að en við vildum undarlega hugsa fyrst og fremst okkur, þess vegna fórum við í þessa vegferð á þeim tíma. Hvernig finnst þér fólk að þetta? Sko, mér persónulega finnst hún vera að gera góða hluti og hún svona sko fyrir mitt leiti, ef ég á að vera alveg hreinskilin, þá finnst mér verkalýðsbarátta á Íslandi eiginlega meira og minna verið hálf dauð síðan að Guðmundur Hjaki hætti. Svona með við það sem maður hefur lesið á annað, sko þetta maður sem að kallað fund á laugardaginn klukkan 1 og hann gerði það klukkan 11 og það var samt fullt hús. Verkalýðsbarátta, það hefur engin, ég get sagt það bara eins, mér hefur ekki fundist verið neitt almennilegu leiðtogi sem hefur náð að samina fólkið. Og ég vona svo sannarlega að það sé hún, að hún sé þessi leiðtogi sem að verkalýðshreyfingin búin að vera að bíða eftir. Og maður hugsaði það líka með Villa og Ragnar að þetta væri svona þrenning sem að gæti orðið svona til þess að samena vegna þess að þú veist 23% kosninga hlutfall ekki mikið og ég tel það að sé það þykir mikið í dag það þykir mikið í dag sem er eiginlega grátlegt sko, það er samt grátlega lítið ef þú getur eins og þú sér þarna það er gerður miðlunum til það 23% sem kjósa alveg saman þó allir hefur sagt nei þá er samt tekinni gegn þannig að þú veist þetta er rámt. Sjómannafélag Íslands hefur líka haft umdeilda fórustu. Þar er komin nýr formaður Bergur, tók við af Jónasi Garðars, sem Jónas er ennþá að vinna þarna og hann er eiginlega tengdur út í, hann er með fraktarana og tengdur út í alþjóða hann er starfsmaður ITF, já. Sem að ykkur langar að tilhýra. Það er líka umdeildamaður, Jónas Garðarsson. Já, það er allir umdeildir einhvers staðar. Þú veist en sko persónur er eitthvað sem að við látum alveg vera. Við erum ekki að fara að ræða neina persónur, við ætlum ekki, þú veist það sem að fólk gerir, það gerir, skilur, og það er ekki okkar að við erum að koma nýra borðið. Þeir eru ekki að kjósa Jónas Garðarsson. Nei, við erum ekki að dæma menn. Við dæmum ekki fólk, málega er að við fengum tilboð frá sjómannafélaginu að geta komið þar inn sem deild með okkar eigin stjórn, þar sem við getum unnið á okkar málum, fengið aðstöðu og húsnæði og annað og við vorum tekin þar inn milli jól og nýjás og stofnu deild og við vorum óskaplega þakklátti fyrir það að hafa tekið þetta og ekki einu sinni félag sem er til þannig séð, en þeir tóku samt við okkur og hafa sýnt okkur alveg ótrúlega stuðning og vilja hjálpa okkur mikið það sem við erum að gera þú spurðir vandur Sólveig á hann ef að Sólveig kemur og setti þetta ég myndi vandalega óskunni til hamingju með það sem hún náði að gera á þessum hræðilega erfiða tíma við samtök atvinnulífsins sko. Það fengu starfsmenn samskipa smá aukas bita Herru Bildar, takk fyrir að koma hingað og við sjáum bara til líklega í lok vikunar hvort að þið séu að verða deild í sjómannafélaginu eða ekki, það kemur í ljós Herru. Og núna flettu við bókinni aðeins og tökum fyrir næsta mál eftir augnablik.
Já, okkur hefur verið sagt að vandinn í heilbrigðiskerfinu, hann muni lagast þegar ný Landspítali verður til, að þá kemur ekki að nýjum legurýmum og þá losnum við hinn svo kallaða fráflæðisvanda og allt verður gott, eða svo sagt. En Svanur Sigurbjörnsson læknir, hann nú ekki alveg á því. Hann skrifaði grein í Læknablaðið, þar sem þú segir, Svanur, velkomin, Takk fyrir. að það vanti eiginlega fleiri legurými heldur en að ný Landspítali býður upp á. Já, það er svona, kannski hefur verið svolítið fljótandi í þeirri mynd, svona að lausnin sé framundan, að allt verið gott þegar ný meðferðarkjarnin Hringbraut rís, en það hafa verið fleiri greinar heldur en sem ég hef skrifað og það verið benda á náttúrulega úr því sem hefur verið unnið upp úr svo kallar McKinsey skýrslu sem var gerð hérna korti fyrir COVID sko, komið út í desember 2019 þar sem er talað að ef meðferðarkjarnin séu tilbúin 2026 að þá vanti ennþá sko, þá 50% af plássum sko, að þurfi 50% meira heldur en að verða plássum sé til að plássum þá sko. Já, og mætti byrja að byggja næsta spítala. Já, í rauninni sko og kannski ekki endilega lausnin að stakka meira þarna við Hringbraut eða á höfuðborgarsvæðinu heldur þurfum við held ég að hugsa til hérna stakkandi kjarna á landsbyðinni, dreifa álæginu og náttúrulega þá í leiðinu auka þjónustunu við þá kjarna. Sko. Þetta er alveg öfugt við það sem er búið að gera, það er búið að vera að veikja kjarnana á landsbyðinni. Já, jú, í rauninni, sko, það voru náttúrulega svona skurðlæknisþjónustur og svona eins og bara í Vestmannaeyjum, Selfossi og Keflavík og víðar. En það er svo sem haldist eða eina skurðlæknisþjónusta sem haldist á Akranesi og það fekk ég mjöðum, svo ég segi það nú já. Á Akranesi, fekk ég mjöðum já, fekk mjöðum, já akkurat, bara því vel söguna en þannig að það kannski það er bara að hafa orðið sko frá því að þær ákvarðanir voru teknar og voru vissuleyti skiljanlegar út frá því að auka öryggi og gæði á höfuðborgarsvæðinu að sé sterk miðstöð þar með allt það besta af því að í sjálfu sér ferðatíminn ekkit óskaplega langur á milli þessara staða en nú bara hefur orðið svo mikil mannfjölda aukning á til dæmis í Keflavík og núna mikil uppbygging á Selfossi sem er bara svona tiltölulega skömmum tíma á sér stað og íbúum í Reykjanesbæ hefur fjölgað 50% á 10 árum. Já, það er akkurat það og þá held ég að þetta svona fara að snúa svolítið öðruvísi við og það er líka bent á það í þessari McKinsey skýrslu að það er ekki gott að hafa bara svona eitt stort center sko að því að upp á svona plássanýting og annað hafa upp á sveigjanleika sko það áaldri að nýta nema svona 85% svona í hvað að segja í svona venjulegu árferði sjúkdóma, 85% af rýmum að því við þurfum fyrir krísur sko þegar það er flensufaraldur, COVID-faraldur og svo framvegis, eitthvað stórsleis og annað þá þurfum við að geta, þá hafa eitthvað svona eins og buffer eða svona aukarými. En er ekki Landspítalinn keyrður á 100% nýtingu? Jú, það er 104% af því það er lagt inn á ganga sko. Og fólk sem kemur utan úr námi það bara hlær svona einhverju skelfingarhlátri yfir því sko að sjúklingar á Íslandi eru bara líka á göngum sko því það er bara ekki leyft hérna í nágrannalöndunum. En Sveinn, Svanur, nú er búið að vera stefna að byggja upp hennar Landspítala og svolítið stefna að styrkja miðjuna. Það er næsti áfangi sem að þú nefndir að McKinsey hafi vísað til 2026. Ég held að margir séu byrja að tala að þetta verði ekki tilbúið fyrir 2028 eða jafnvel 2030 sko að Landspítala verði tilbúin. Og þú segir að til þess að koma með næstu legurými að þá þurfum við öðruvísi stefnu styrkja sko miðstöðnar út á landi. En svo stefna, hún er eiginlega ekki til, þannig að það er að eiginlega setja nýja stefnu og byggt á henni þarf að vera plönum að styrkja sjúkrahúsin á Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri.
Já. Þannig að þetta ekki einu svona teikniborðinu. Ég hef ekki heyrt af því, sko. Nei. En hvað við þá að horfa fram á? Já, við horfum fram á að hér verði ykkur plástur komin á báttið 2028, 6, hvenær það verður, sko. En við erum ekki að horfa á að staðall heilbrigðiskerfisins verði þar sem að við væntanlega viljum að verði og það náttúrulega hættulegt því að öll svona ráð þurfum við að taka í tíma. Já. Og þannig að við erum náttúrulega búin að vera sofandi nánast síðustu 40 ár. Það var gríðarlega uppbygging í heilbrigðiskerfinu hérna 1970, 1960 og 1970, 7. og 8. áratug síðustu aldrar og maður fann það bara svona, ég að byrja í að starfa á sjúkrahúsunum í kringum 91, 2, 3 og útskrifast 94 og maður fann svona að það var svona miklu rýmra hlutina og þó að margt hafi náttúrulega uppbyggst síðan en svona það var ekki þetta svona gríðarlega plássleysi og svo hafa bara líka kröfurnar aukist bara að það sé ekki lagðir svona margir inn á stofur og svo þarf meiri rými fyrir ýmsa tækni og þetta svona vex svona bara eins og tré í allar áttir þessar þarfir. En við þurfum bara að spyrja okkur sem þjóðfélag hvar viljum við setja svona takmarkaða pening okkar og fjármagn að viljum við setja það þarna í heilbrigðiskerfið og búa okkur vel í haginn fyrir okkar veika fólk að gamla fólkið okkar og veikt fólk fái mannsæmandi þjónustu eða viljum við dreifa peningunum í allar áttir það er náttúrulega svo ótal mikið af góðum málefnum en við þurfum að taka einhverja sársauka fullar ákvarðanir og ég held að núna þurfi kannski 10-15 ára tímabil þar sem við setjum forgangi að byggja upp þetta heilbrigðiskerfi sem hefur verið hrörnandi 2-3 áratug. Já, þetta er svona eða ekki náð að byggjast upp eins já, er ekki náð fólksfjölgun 60% aukning á fólksfjölda á 40 árum það segir sitt og svo erum við náttúrulega með vaxandi fjöldi innflytjenda sem við þurfum að sinna náttúrulega vel og ferðamennir samt hefur leguplassunum fækkað já, þeim er þess að fækkað tiltölulega miðað við per 1000 manns þannig að þessar tölur við erum með 2,9 pláss miðað við per 1000 miðað við í nágrannalöndunum er 3,9 þannig að þetta er alveg þarna fjórðungs meiri eða þriðjungs meiri fjöldi af plássum per 1000 í nágrannalöndum og bara þetta plássleysi það vantar ekki svona tæknibúnað og sérfræðikunnáttu það vantar ekki en bara þetta plássleysi skapar svo mikinn vanda að fólki er á röngum stöðum í kerfinu þegar það fyrir gegnum það allt og lengin og bráðamóttöku og svo framvegis og kemst síðan ekki út af venlegum deildum og inn í hjúkrunarrými eða annað þessi fráflæðisvandi sem þú nefndir og runni þá innflæðisvandi líka þetta er allt saman eitthvað teft og þetta bara býður upp á svona miklu meiri hættu á svona kerfislægu mistökum Það sem þú leggur til að að heilbrigðiskerfið verið sett í forgang sem bara næstu 10 árin þetta er ekkit mjög djörf hugmynd hvað er langt síðan að Kári var með skoðanakönnuna það var stærsta skoðanakönnun í sögu þjóðurinnar sem var þetta í öllum könnunum sem hafa byrst er það ákvað leggur fólk mest áherslu á í samfélaginu, það var heilbrigðiskerfið efst þannig þetta er bara það sem að almenningu vill en á hverju erum við ekki að þessu? Kanntu að skýra það? Það er eiginlega það sem er dularfulla í þessu er ekki tillagan þín heldur af hverju hún er ekki stefna stjórnvalda Já, ég er samanlega því og það er svona, ég hef nú talað við ýmist fórstu fólki í heilbrigðisgeiranum þau segja alltaf þau mæta alltaf fullum skilningi eins og til dæmis í heilbrigðisráðuneytinu sem er þá þeirra ráðuneyti þeirra eiga við ræða við ríkisstjórnir
og það alltaf skilningur en síðan bara gerist ekki það sem þarf að gerast og þá það svo að vanti samstöðu og stefnumörkun í bara ríkisstjórnin í heild að taka þessi skref sem jú vissulega getur verið sársaukafull þannig að það þarf að draga úr okkur öðru, við hefum ekki endalausar tekjur, eða afla teknana og forgangsraða þeim inn í þetta og þannig að það einhver hindrun þarna og ég held að það sé ykkur leiti hugmyndafræðilegt og eitthvað svona óraunsæju ríkisrekstur. Það muni það ekki horfst í augu við svona það megin sem í ríkisrekstrinum að þessu oflitla tekjur og of mikið útgjöldum sem að fara ekki þangað sem að almenningu vill helst að þau fari. Já, þetta svolítið ég held að það náttúrulega þegar hver ráðherra sest í sitt sæti hefur sinn málaflokk að þá vilja þeir sjálfsagt reyna að fóstra þann flokk sem best og þá verður væntanlega svolítið svona ykkur svona En við getum ekki þýrt samfélaginu þannig sveitna að þessi metnaður ykkur að 11 ráðherra sem að stjórnaði í hvernig samfélagið byggjum upp. Nei, það þarf ykkur samstillingu og ykkur svona það þarf að horfast í augu við þessar takmarkuðu auðlindir og forgangsraða. Bara rétt eins og við læknarnir þegar við erum með fullt af fólki sem á stórslýsa stað þá þarf að lækna þá sem eru sem eiga svona björguna von og forgangsraða og svo framvegis, þannig að taka sársaukafullar ákvarðanir og þannig það bara í öllu að það verður aldrei allt saman byggt upp í einu og það þarf líka bara að horfa til þess að mál eru mikilvæg og bara út frá siðfræðilegum skilningi og það var það sem að Ritstjóri Læknisblaðsins fékk mig til að skrifa leiðar út frá svona siðfræðinni að því siðfræðimenntaður að það eru gildi siðferðileg gildisverðmæti, þau eru náttúrulega ekki öll jöfn en við held að við þurfum að setja líf okkar á heilsa hljóta bara alltaf að vera flestir að sammála það eru þau verðmæti sem okkur dýrmætust því ef við höfum ekki líf á heilsu þá getum við ekki notið hinna gildana, hinna verðmæta. Þú sagði að það var komin í Landspítalanum 1990 og útskrifast 94. Þetta eiginlega svona sama tíma og svona nýfrjálshyggjan að koma inn í heilbrigðiskerfið. Ríkisstjórnin 91-95 innleiddi kostnaðarvitund sjúklinga að taka gjaldtöku inn og þannig að þú eiginlega kemur með svona hugmyndafræðilegum breytingum á því hvernig heilbrigðiskerfinu byggt upp eða hvaða drífur það áfram. Getur verið að það sé hluti af vandanum, að það hafi verið einhverja væntingar það að leiða inn svona hugmyndir sem að voru sóttar inn í svona venjuleg viðskipti eða fyrirtækjarekstur, að það myndi einhvern veginn leysa heilbrigðiskerfið þannig að það myndi leysast að sjálfu sér, að þau ekki að taka þessar sársakafullu ákvarðanir sem þú ert að segja, við verðum bara að horfast í augu við, hvort við viljum hafa þetta svona. Getur það verið? Já, ég held að geti verið að eins og leiti því að við erum bæði einstaklingar og félagsverur og mér sjálfsagt að rækta hvoru tveggja að þeir sem eru svona hafa mikla framtakssemi og gáfur og annað til þess að gera góða hluti svona út frá svona kannski svona einkarekstri eða svona út frá viðskiptahugmyndum og slíku að þeir fá þjóðfélagi búi svo að þeir geti blómstraði því en svona fyrir heilbrigðiskerfi sem að náttúrulega samtrygging okkar til að hugsa vel alla íbúana og sem fátaka sem ríka og langveikt fólk og fólk sem veikist sjaldnan og svo framvegis að þegar við hugsa okkur öll þá þurfum við þetta sameiginlega heilbrigðiskerfi sem að grípur okkur þegar við dettum og það verður ekki gert nema með samtryggingunni, með sameiginlegum sjóði og ég held að eins og þú segir það svona uppkoman í frjálshyggjuna þegar fólk vildi svona
þreifa fyrir sér í rekstri heilbrigðiskerfis út frá svona samkeppnishugmyndum og ég man að það var mikið talað um það einmitt þarna á 10. áratugnum. Og ekki bara með því að koma með einkafyrirtæki, heldur líka að sko reksturinn inn í stofnunum ríkisins væri svona tæki svipmót af fyrirtækirekstri. Já, akkurat. Sömu hugtökin notuð og sömu hvatarnir einhvern veginn. Já, einmitt, og var talað um svona það væri svo gott að vera samkeppni milli Fossvogsins og Hringbrautarina sem Landspítalans þar og svona það myndi svona efla allt og svo framvegis. Þetta allt í lagi í sjálfu sér og velta þessu fyrir þessu og svona aðeins að nýta sér ímessa svona kannski mannlega eiginleika en ég held að kannski að það hafi gleymst sko stóra myndin sem að bara þessi svona almenna uppbygging sem þarf að eiga sér stað og náttúrulega þegar risu heilsugæslustöðvar hérna upp allt land á 1970 og eitthvað fram í 1980 þetta voru bara hvílík verðmæti fyrir fólki í landinu að fá þessu stöðvar og þetta náttúrulega var ekki byggt nema bara með sameiginlegum sjóði og þannig að ég held að og svo nýfrjálshyggjan sko það náttúrulega ríkisstjórnin var að einbeita sér að selja ríkisegnir hérna kringum aldamótin og þetta var svona eitthvað hæp sko og vinstra fólk fór svolítið inn á miðju til hægri og Þetta var einn nýji samfélagssáttmáli. Já, og svo allt einu veikist ákveðin ráðherra og þá áttu allt einu að byggja hátæknisjúkrahúsi svo kallega. Þannig að það var svona eins og eitthvað svona uppljómun þarna að þetta þyrfti. En við þekkjum svolítið söguna því að það er náttúrulega var síðan hrun og allt það. En ég held að, já. 20 ár næstu. Já, og ég held bara að það sé einhver tregða, hugmyndafræðileg tregða og svona kannski skortur á yfirsýn og gildismati á þessari nauðsyn sem að hefur hrjáð ríkisstjórni bara alla götur, já, ég veit ekki hvað, síðustu 25-30 ára, að þarna skortir þessa forgangsröðun inn í þetta mikilvæga verkefni. Eða bara getuna til þess að móta stefnu. Já, það er eins og skorti mótiveringuna og skorti áhugan til að sjá þetta og það er önnur þá sjónamið sem að fá að ráða sko. Kemur fólk úr heilbrigðiskerfinu svolítið hingað og ég spjalla við marga og stundum finnst mér eins og að þau sem að starfa inn í kerfinu upplifi það að stjórnvöld átti sér ekki á alvarleika málsins. Þú nefndir að áðan að fólk sem var að koma utan í námi að það gengur fram að þeim að sjá að séu fólk liggjandi út á göngum og raunverulega hversu illa Landspítalinn stendur og svo segiru að þó svo að komin í Landspítali þá dugir það ekki til. Þannig að þetta fólk sem eru að koma frá námi erlendis, að það horfið fram 5 ár fram í tíman, það er bara ófremdur ástand og eftir það kannski aðeins gára ástand en ekki gott ástand. Nei. Og bara það er eiginlega ekki ljós við endan á göngunum að þú kannski horfir á það og ég meina að fólk sem hefur unnið á bráðadeildin er að segja það að aðstæðan þannig að séu þannig að þú ert að gera eitthvað sem að er eiginlega ekki boðlegt sko að gera sko. Þú ert ekki með starfsaðstæður eins og þú ert menntaður til þess að geta sinnt sjúklingum vel. Já, samanlega. Þetta er náttúrulega rosa alvarlegt ástand að þegar að sko stóru stéttirnar horfa fram á að já, við erum, maður má ekki kannski segja, þú veist eitthvað, við stöndum svo ekki samanburð við næstu lönd. Nei, það er það ekki og sko við erum náttúrulega lítið land og það var stundu verið nefnt í bæði í grín og kannski smá alvöru að við ættum að bara samin okkur hérna sem fylki við Noreg eða Svíþjóð eða eitthvað slíkt sko og það var nú nefnt svolítið meira svona í hruninu sko að við hreinlega stæðum ekki sem sjálfstæð þjóð og náttúrulega skilyrði sjálfstæðis er náttúrulega geta kannski að geta sko séðum þessa svona megin pósta sko að hér sé mannsamendi heilbrigðiskerfi og þetta er svona efnahagslíf sem að
heldur okkur svona fjárhagslega sjálfstæðum og svo framvegis. Húsnæði sem tryggir öllum ódýrt og örugt húsnæði. Atvinna og annað emitt, akkurat. Og þetta er þetta allt, sko, svona öll lífsviðursværismálin náttúrulega stórmál, en ég bara set eiginlega forgangsraða heilbrigðiskerfinu þar alveg við hlið, sko, því að eins og almenningur gerir. Já, ég man einmitt, sko, það var kostningum skoðanakönnun fyrir svona 3 kostningum síðan að það var 80% sem völdu heilbrigðiskerfið sem fyrsta mál, sko. Það er alltaf þannig. Og en það er ekki að því að fólk er vitlaust, að fólk kann ekki á stjórnmáli, að fólk þekki ekki samfélagsitt. Þetta er vegna þess að þetta er bara verðmætamatið og þetta er það sem að fólk skynjar að þarf að gera. Einmitt. Og þarna er sko ég nefndi sjálfstæða þjóð en við erum þessi litla þjóð sem að hefur svona ekki, sko, okkar sameiginlegu sjóðir verða ekkit eins stóri eins og nágrannalandana og þannig verður bolmagnið minna fyrir þessa innviði en þetta er samt ekkert afsökun af því að við þurfum bara þá að vera enn strangari og svona raunsari og tilbúin að kannski að taka einn sásökana því að forgangsraða, sko. Við þurfum bara að forgangsraða rétt, það er bara málið, sko. Við höfum nefnt að almenningu vill styrkja heilbrigðiskerfið og náttúrulega stéttirnar hafa verið að kalla út svona stundum neyðaróp og stundum upplifið það, ég veit ekki hvort að þú hefur upplifið það að finna stundum eins og að það að vera að benda á hverju vandi kerfisins sér að þá sé fólk eiginlega venja stjórnvöldu við að standa af sér. Þú kannast þessa tilfinningu að þú er bara að segja það sama í 5-6 ár og gerist ekki neitt og þá velti fólki fyrir sig býtu ef ég held áfram að segja þetta er ekki bara hjálpa þeim að standa þetta af sér, býta þetta af sér. Þá er ég að velta fyrir mér. Hvar fer fram umræða nauðsyn þess að byggja upp heilbrigðiskerfið? Það er hún virðist fara mjög víða fram í rauninni en þar sem hún ætti helst að fara fram og þar sem að ætti að taka góðar og sterkar ákvarðanir þar, kannski fer hún fram að vera að tala um ríkisstjórnina, bara við ríkisstjórnum borðið hún lítur að fara eitthvað fram en ég held að þar sé bara bent í ýmsar áttir og þarna bara skortir ákveðna ábyrgðartilfinningu eða þá skilning, raunverulegan skilning á mikilvægi málsins og það er bara ekki að komast til skila þannig að því að þarna það er búið að tala svo mikið nú þurfa verkin að tala það er málið við þurfum að sjá á ákvörðunum og plönunum og verkonum hvort að þetta sé raunin að skiljast það þurfi ekki bara að segja í einhverjum viðtölum að þetta sé mikilvæg mál ef það endurspeglast ekki í verkonum. Já, það á ekki bara við Landspítalann, það líka við heilsugæsluna í Reykjavík, það er orðið bara mjög erfitt að fá tíma hjá lækni. Já. Þannig að það er víða sem að kerfið er að brotna niður. Já, þetta er svona bara hægt og bítandi alltaf að fara í verra horf. En þú segir að læknar þurfum við að taka ákvarðanir, forgangsraða, sinna þeim fyrst sem að hægt er að bjarga og ná bata. Ef við flytjum þetta yfir og þú segir að stjórnvöld og ríkisstjórnin verði að taka slíkar ákvarðanir til þess að byggja upp heilbrigðiskerfið, að taka þá ákvarðanum að fórna þá ykkur í staðinn og hvað er mikilvægt. En þegar að maður tekur ekki ákvörðun, þá er maður að taka ákvörðun og þá er maður að hætta ykkur. Hverju eru stjórnvöld að hætta með því að taka ekki þessar ákvörðunir? Hver er skaðinn af því? Já, það er einmitt þetta að það getur einmitt, hvað að segja, gott fólk sem situr aðgerðlaust þegar hættast eða að það náttúrulega getur verið kannski hvað að segja, það er að versta sem gerist og við erum alltaf hort á það í gegnum söguna þegar komið upp allræðis forsprakkar allræðis og annað sem er ekki spynt fótum við eða bara hverskins hættu ástandi ef þú situr aðgerðarlaus þá náttúrulega bara er hættu því að vandinn vaxi og það er svolítið það sem er að gerast sko
og það er þetta aðgerðaleysi og það er verið að horfa náttúrulega fram sko alltaf svona einhverja tilbúinir, einhverja afsakanir peningaleysi sem eru svona hálfsannar því að þetta hefur takmarkað fjármagn en því sem er sleppt að segja er að það er hægt að fresta öðru eða draga úr öðru eða afla meiri tekna og það er hægt að og þá er ég ekki að tala eitthvað, ég er bara að tala að innheimta á sköttum af fjármagnseigundum og eignafólki og hátekjufólki sem svipað og bara í næstu löndum sem hafa þetta heilbrigðiskerfi. Já, akkurat. Kannski getur ekki haft hvort tveggja og getur ekki veitt einu ríku skattaafslátt og haft gott heilbrigðiskerfi, þú voru að velja. Já, það er það og það sem að djúpu vassarnir eru og að það er að sækja tekjur í það, þannig að já, við erum ekki einu svona að biðja það að verði meira heldur en í öðrum löndum og nú það er náttúrulega verið að tala alltaf sko hlutfallega verkri landsframleiðslu og slíku, við erum einhvers staðar 68% og það er víða meira þannig að þetta er ekkert eins og við séum bara lútum eitthvað öðrum lögumálum heldur en aðra þjóðir sko, þannig að það er alltaf svolítið, virðist bara vera svolítið þannig eins og við bara ríkisstjórn eftir ríkisstjórn sem að horfir fram hjá þessu og þegar það er búið að vanrækja þetta svona lengi, setja svona lítið fé í þetta og ekkert uppbyggingar fé, að þá er vandinn bara svo uppsafnaður og núna þarf bara svo miklu meira heldur en þennan meðfræðkjarna. Þannig það er nú það. Þú skrifað þessa grein í Læknablaði, fyrstu viðbröðs við henni? Já, ég fengi bara fólk stoppa mig á gangur spítalans sem ég vinn og er ánægt með það sem ég hafði fram að færa og var í viðtali hér á Rás 1 fyrir viku síðan. Eitthvað heyrt frá stjórnvöldum? Nei, ég hef ekki heyrt frá þeim. Nei. Við verðum að finna okkur að leið til þess að ræða í okkar samfélagi stöðun á heilbrigðiskerfinu og hvað þetta er á það. Já, takk fyrir þessa umræðu. Takk fyrir að koma. Takk. Og við flettum og tökum fyrir næsta mál. Byrjar Augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Já, við fáum stundum fólkinga Rauðaborðinu til að útskýra fyrir okkur heiminn, þannig stóra heim sem við lifum í, talað Kína og Suður-Ameríku og Bandaríkin og munum talað Brasilíu í framhaldinu og taka svona smá bletti á heimskortinu í hvert skipti, en eins og heyrið þá er þetta ekki smá blettir sem við verum að ræða og nú ætlum við að hafa Já, við fáum stundum fólkinga Rauðaborðinu til að útskýra fyrir okkur heiminn, þannig stóra heim sem við lifum í, talað Kína og Suður-Ameríku og Bandaríkin og munum talað Brasilíu í framhaldinu og taka svona smá bletti á heimskortinu í hvert skipti, en eins og heyrið þá er þetta ekki smá blettir sem við verum að ræða og nú ætlum við að hafa Jón Orm Halldórsson til þess að tala við okkur Indland sem nú verður bráður fjölmennara en Kína og er óheyrilega flókið land. Ég er hægt að tala Indland sem eina heild eða er betra að tala einstök svæði þess og hvernig getur útskýrt Indland fyrir þann sem ekkert veit? Ég get það ekki en ég skal reyna eitthvað. Þetta er náttúrulega eitt ríki, fyrst og fremst. En eins og segir óheimi fjölmennt og það er raunar líklega orðið fjölmennur heldur en Kína.
þannig að þetta líklega fjölmennasta land heimsins nú þegar. Svona þegar menn eru í mannfjölda ágiskunum þar þá eru óvissumörkin 20 miljóna til eða frá. En þetta óheyrlega fjölmennt land og það það fyrsta sem maður staldra við. En annað sem maður kemur fljótt í ljós líka, sérstaklega maður ferðast myndland, það ríkið ótrúlega fjölbreytt. Og ég nú ferðast alltaf í Kína og bjó í Kína í nokkur ár en munur vel Kína og Indlands ævintýrlegur þessu leyti. Kína virka frekar einsleitt við liðin á Indlandi. Það kínverska menning og kínverski kultúr hefur náð eiginlega beigja undir sig eða ná inn í sig. Já, það er eitthvað kínverst allstæðar í Kína, en það er líka svo sem eitthvað indverst allstæðar í Indlandu og það sem meira að það er líka með Pakistan og landan í kringa þá finnum maður fyrir einhverju indversku. En munur milli landsluta ævintýrlegur og það er kannski það sem að gerir Indland svolítið sérstakara heldur en Kína. Ef við lítum bara fyrst mannfjöldan, að þá eru miklu fleiri á Indlandi heldur en í allir í Afríku, í 53 ríkjum Afríku. Og ég held að Indland sé ekkert minna fjölbreytt álfa heldur en Afríka og ég vil ennþá meira. Annað samburður það að búa í Evrópusambandinu 450 miljónum manna, það er eins og fjórðungur úr Indlandi sem að Evrópusambandið En svo ég komið aftur að þessu fjölbreytna þá sér maður að maður ferðast Indland að það er ekki bara tungumálun breytast þetta í héruðum, heldur leturkerfið sem þau eru skrifið á. Liturinn af fólkinu breytist, maturinn breytist, daglegu taktur í lífinu breytist. Þetta allt öðruvís og þetta eitt svona ótrúlegt mannhaf og það mjög auðvelt að vera mjög ringlaður og svona sinni fyrstu ferð sérstaklega þangað. En það kannski vekur aftur og athygli á mannfjöldanum sem minnistæðast og minni fyrstu, eða ekki minnistæðast en þetta þessi rökk svo við þegar ég fattaði minni fyrstu ferð var það að ég hafði verið eitthvað 1 mánuð að skrölda Indland á járnbrautarlest og á þenn tíma hafði Indverjum fjölgað 5 til 6 falda íbúðatölu Íslands. Á þessum tíma sem ég var bara í einni ferð. Lestinni. Og þó að hafi hægt mjög mikið á mannfjölda aukningunni í Indlandi, alveg stórlega, mikill árangur nást á því sviði, að þá það nú ennþá svo að það fjölgar talsveit milljón á mánuði, líklega svona 1,2 miljónur á mánuði, meðal annars vegna þess að útflutningur af fólki mjög mikill, þá væri það hærrið það sem þýðir það að tekur það þó ekki nema rúma viku að bæta við íslensku þjóðinni nærði hverju viku heimsins, ársins. Þannig að, þú veist, bara með þessa staðreyndir hver byrjar. Þú kannast við að var ekki de Gaulle sem sagði að það var ekki hægt að stjórna Fraklandi að það voru 500 ostarðar. Hvernig þetta stjórna Indlandi með öllu þessu fólki? Hvernig hangir það saman sem eitt ríki? Það ekki hægt og það rauninni mikið mysteri margan átt, hvernig það hefur tóllað saman og hangið saman. Eitt af því sem hefur gert það verkum eða eitt af því ótrúlega kannski við Indland það að það hefur ríkt lýðræðar frá því að Bretar fórum. Og það kannski það erfiðasta núna fyrir mann að horfa á að það að lýðræðir fer dagmingandi. Það árásirnar á lýðræðir eru ókvænlegar frá hendi stjórnvalda og það mjög þekktur indversku fræðmaður sagði núna daginn að Indland væri að þriðjungi til en þá lýðræði. Og ég veit ekki hvort það að nota hluthalstölur í því sambandi en tilfinningin svo að lýðræðið hafi látið stórkostlega undan og það hafi unnið varanlega skemmtir á indverska lýðræðinu sem að sér ekki almennilega hvernig það getur náð sér aftur. Þá það að tala stjórnvöld sem að halda utan allandið. Já, allríkisstjórnvöld. Svo eru fylkisstjórnir. Það eru 28 fylkisstjórnir og mjög stór fylki, stærsta fylkið Uttar Pradesh held ég 230 milljónum manna. Þannig að það kynna stærðin á þessu. Það eru mörg fylki sem eru kannski svipuð á Fraklandi eða Bretland að stærð. Það svona umtalsverð munur þessum fylgjum og það gleðun og sjálfsmarga hlustum þína að heyra að það eitt fylgi til missi sker sig algjörlega úr hvað varðar árangur í menntun og heilbrigðismálum og það búið undir stjórn kommunistaflokksins í áratugi og það Kerala. Það svona fyrirmyndarfylgi af Indland á margan hátt. Raunur annað fylgi sem lengi til stjórn kommunistaflokksins mjög aftarlega meirinis með Vestur Bengal en það ólíkar aðstæður og allt það. Þannig að það eru svona ólík og það að tala hrörnu lýðræðisins og þá hefur verið að tala alríkið. Verða það átök á milli fylkjana og vaxandi stjórnlindis alríkisins? Eitt af það sem er tekið eftir undanfærnu er það virðist vera að þessu leyti miklu meiri fyrirstaða á Suður-Indlandi heldur Norður-Indlandi.
og það svona virk stjórnaranstæða þar í gangi. En bara kannski límynda að segja andrúmsloftið sem þarna það var, indversk pressa var eitt af því sem gaman að koma til Indlands að lesa blöðin, því að nóg var á öllum tungumálum og mörg blöð gefin út á ensku sem hann náðu til alls landsins. Stærstu blöð í heimi í útgáfu, eða þess að í eintakafjölda? Og mjög gagnrýnin oft og mjög interessant blöð og gaman að lesa það. Nú það þannig ef þú gagnrýnir ríkisstjórnina og ert með fjölmiðla hvaða tægi sem það hvort sem það sjónvarpið, útvarpið, blaðið eða podcast eða hvað það að það óhugsandi að fáir auglýsingar frá ríkinu. Og ríkið potturinn og pannan í öllu þarna ásamt 20, 30, 40 reisafyrirtækjum sem öll mjög nánast öll mjög tengd stjórnarflokknum og núverandi forsætisráðherra. Þannig það ekki nómið það að koma auglýsingabann frá nú opinbera, heldur bara hverfa frá þar allar tekjur. Og kolkrabbanum í Indlandi. Já, það hann sem ræður öllu þessu leiði. Annað að ef mann raunverulega koma gagnrýni sinna á framfæri, þá gerist þeir alltaf það sama. Menn verður settir í skattrannsókn. Og Indlandi náttúrulega þannig landa að það gengur ekkit upp og það ekkit nákvæmlega samkvæmt bókinni. Þannig að það mjög erfitt fyrir alla og það ekki lögin alveg óheimilega flókin. Og þess að dæmum hvað það gengur langt að þá til dæmis núna bara í síðustu viku að þá var tilkynnt að það hafi skattarannsókn á BBC bresku sjónvarpinu á Indlandi sem hefur verið með óþægilega frétti fyrir stjórnvöld sem að margir hlusta enn á Indlandi því að BBC útvarpar frá London á nokkrum tungumálum indverskum. Þannig að núna að reyna að stoppa það með því að sakka skattsök. Þetta svipað eins og í Rússlandi með öll samtök sem á einhvern nátt tengjast útlöndum og það náttúrulega á tíðum samtök þá sem í einhvers konar, kannski ekki beint fjölmiðlun en vil láta í sér heyra að þau gerð tortryggilega ef að þau einhvern veginn tengd útlöndum og þau verður að skrásetta sig sem einhvers konar útlendir agentar svipað Putin gerði í Rússlandi. Þannig að þetta svona sömu reglurnar sem gild og sömu aðferðnar oft á tíðum sem notað til þess að ná sinnir og óvinnu sínum. Það sem ég veist eins og þetta reikalega sem ég finnst að ég búin að fylgjast með Indlandur okkur lengi og lesa mikið eftir marga fræðum en indverska og mikið af því sem að kemur í heimispressunum frá indverskum dálkahöfundum og þess áttur að mér finnst tóninn þar hafa breyst líka. Það allir svo hrættir. Það þorir enginn að segja neitt. Og það í gangi einhvers konar persónudýrkun og núverandi forsætisráðherra. Menn segja ég nú móti mörg af því sem að stjórnin að gera en hann stórkostlega maður móti, hann breytt Indland og hann að gera svo mikið gott þessi maður. Þannig menn gangi ótrúlega langt í að afsaka þennan mann og það eins og hann sé að verða einhvers konar þetta svona persónuköld orðið kringum hann. Stærstu íþróttaleikvangur landsins nýr, hann heitir bara móti leikvöllun. Semst maðurinn hann ekki einu sinni búin að langt í hann hætti pólitík en það byrjaði að nefna eftir honum alls konar hluti. Ég veit þetta er lítið dæmi og allt það en þetta er bara svona indikativ með hvernig hlutinir raunverulega. Hvar sækir hann völd sín? Þú nefndir að væru stórfyrirtæki sem að líklega fá að vera í friði eða einhvern veginn þessi samkomlega milli stjórnvalda og auðsins að auðurinn styrkir stjórnvöldin og stjórnvöldi láta ólíkarkana í friði. Hvernig er þessi svona dýnamik? Er hann hluti af ólíkarkonum eða er hann eins og Putin þar sem hann reynir að halda ólíkarkonum niðri eða? Hvorugt, ég held að hann enga peninga sjálfur. Ég held að það sé ekki því að safna peningum. Það hins vegar í kringum hann hirð manna sem nátengdir yfir business, þá fyrir þetta líkast meira Putin-módelinu. En hann lætur ekki ólíkarkan bara í friði heldur mismunar þeim og það nokkur risafyrirtæki í Indlandi sem hafa stækkað ævintýrlega á síðustu árum og setið alls konar tækifærum. Þetta sem að gera í svona landa svo Indlandi, það eina afleiðingum sósíalisma sem voru aðeins gagnrýnin á það. Allir þessar óheimju afskipta sem litlu og smáu sem var á tíð vinstri sinnara ríkisstjórn á Indlandi gerði það verkum að þú þá að fá leyfi fyrir nánast öllu. Og það þýðir það að pólitísk yfirvöld á Indlandi að þau eru aðstöðul sem mismuna fyrirtækjum stórkostlega. Og það hafa þau gert, þannig að það eru nokkuð fyrirtæki sem hafa eins og segi setið að ótrúlustur lutum og náðu einangrunnar aðstöðu ýmsu tægi. Og þau ausa peningum í stjórnarflokkinu og þau ausa lofi á móti og þau eru haldandi sífeldan einhverja hátíð til þess að minnast hans sem þessa stórkostlega leitt og eru mjög opið og bendi í því að prómótera móti og hans flokk.
En það eitt að gerast í því sem kannski uggvænlegt fyrir Móti og það stærsta fyrirtæki af þessum öllum saman sem var nú ekkert mjög stórt fyrir svona 10-20 árum, Adani samsteppan sem núna á allt milli himins og jarðar, allt frá kólanámi yfir í flugvelli og hafnir og samgöngutæki og verksmiðjur og símafyrirtæki og fjölmiðla og you name it að hún riða til falls samsteppa út af því að þeir ætluðu sér of mikið og það voru erlendir bankar og erlendir vogunarsjóður sem fóru að koma auðvitað það var mjög mikið af göllum við það að mikið misræmilli þess að þeir gáfu upplýsingar til erlendri fjárfestingu og erlendri lánveitenda og þeir fóru að skortsölu á bréfum veðja á fallfyrirtækisins fallfyrirtæki sem hækkaru skuldatryggingar álögin og getur fellt fyrirtækið í sjálfum sér. Nákvæmlega. Og þetta sennilega stærsta vandamáli sem Móti stendur fram fyrir í dag eru örlög þessa fyrirtækis sem ekki séð fyrir endan á hvernig mun enda því og fyrirtæki sem þú nefndir þau eru svona fyrirtæki, þau eiga í mörgu, þetta svona eins og í Suður Kóreu og sumulit í Japan þetta er ekki svona fyrirtæki sem að kannski sér fyrir sér, heldur þetta eru svona sjálfstæði kolkrabbar sem eiga í öllum anskotunum. Já, nákvæmlega, þetta tegil með Tata samstipinu sem raunar svo skásta þarna frá pólitísku sjónarmið, hún lang elst og það virðinga verður aðalega sem að reka það fyrirtæki. Þeir eiga stærsta fyrirtæki Bretlands, þeir eiga Rover, Range Rover og Land Rover vestmjöndur í Bretlandi, þeir eiga stærsta stáluðu viðjöver í Bretlandi. Þeir eiga í Indlandi búðir, hótel, flugvelli, Air India núna þeir eru að kaupa það, allt milli himinsveið, símafyrirtæki, stáliðiver, byggingafyrirtæki, hafnir, lyfjafyrirtæki, listin endalaus. Þannig að flestar af þessum stóru samstefnum eru mjög víða. En það eru til stór fyrirtæki sem eru það þó ekki og eru fyrst og næst í hugbúnað og eru sliku eins og Infosys og Wipro og fleiri. Eitt af þeim raunar Infosys í eigu tengdaforeldra forsætisráðherra Bretlands. Þannig forstjóri og stofnandi þar. Þaðan kemur Auður Rishi Sunak. En það eru öðruvísin hinn fyrirtækinu til að þeir eru ekki út allt. En Móti hvað myndum að segja, hindúískur þjóðleysinni? Já, það er rauninni hvaða fyrirbrigði það? Það er rauninni komin að kjarna málsins. Þegar að Indland fékk sjálfstæði, þá þekkja menn Mahatma Gandhi og hans kenningar friðsamlega baráttu gegn Bretum, menn þekkja það líka að hann var á móti því að skilja Pakistan að frá, eða búið í sérstaríki múslima í Pakistan og síðan Bangladesh. Hann barðist fyrir því að Indland væri land þar sem að væri þó hann væri mjög trúaður sjálfur og var í rauninni sekúlar landa til að ríki tæki ekki afstöðu trúmálum heldur verndaður en öll trúabröð. Nehru sem hann valdi í rauninni eða tók þátti að velja sem er fyrsta forsætisráðherra landsins, hann var trúlaus maður. Og síðan þetta dynastí sem tekur við, þetta Nehru dynastí sem Indira Gandhi sem ekkert skild Mahatma Gandhi, það alltaf þannig fyrirbæri. Og síðan Rahul Gandhi og sem núna og Rajiv Gandhi þar á milli og allt það, menn þekki þetta. Nema hvað, að þetta hefur, þegar Gandhi var myrtur af hindúískum þjóðernissinna. Og þetta fyrir utan að koma þá er þetta eitthvað skelvingar morð sem að hindúíska þjóðin lítur að gráta þann dag í dag, en það er bara ekki þannig. Vegna þess að það var strax á þessum tíma mjög margir sem sögðu það Indland ætti að vera fyrir hindúa en ekki fyrir múslima. Og þessir hópar, þeim var svona haldið niður og þeir eru ekki mjög ábyrrandi fyrir en alveg á seinni árum. Og það eru til samtök sem að í rauninni þessi maður var í til dæmis sem drap Gandhi. Út úr þeim samtökum og síðan stjórnmálaflokkunum Bharata Janata sem er flokkur Mótis. Og Móti hefur aldrei sjálfur afsakað morðið á Gandhi en bestu vinnur hans þeir lýsa því yfir í sjónvarpið hverjum sem heyra vill að hans hinn eiginlega þjóð þetta í Indland sem maður sem drap Gandhi. Og Móti segir sjálfur að Gandhi hafi verið einn af feðrum þjóðarinnar en hann svona gefur í skýran hann hefur rangt hjá honum að Indland var eitthvað land fyrir múslima og hann hefði átt að taka alltaf aðra stefni í því. En hann tekur ekki beinleins þátt í þessum ofsóknu gegn minningu Gandhi sem að orðin bara mjög áberandi á leiðtogum flokksins og ráðherrum og annars slíkt í landinu. Já, sem er bara höfnun á hugmyndum Gandhis. Já, og sögunni. Og það hefði orðið verra Indland ef að þær hefðu fengið að ná fram.
Og það sem skiptir máli náttúrulega í pólitík sem við sjáum í Rússlandi núna, við sjáum í Kína og miklu víðar, að það að hertaka söguna. Og í tilviki Módís og hans manna þá lítur sagan þannig út að hindúar hafa alltaf verið meirihluti Indverja og síðan eiginlegu Indverjar. Síðan hafið þið lendið því fyrst að það eru búdísk stórveldi sem að drottnuði yfir hindúisma fyrir 2000 árið síðan. Þar og eftir hafið komið íslamsk stórveldi sem að réðu yfir Indlandið, Mógal keisaraveldi sem að þetta var íslamst og allt það. Þeir hafið þvingað fólk til að taka upp íslamska trú og það sé íslam í Indlandi komið. Síðan hafið Bretar komið að teki við að Mógal veldinu og það sem gerir söguna trúverð er að staðrendalega sé að það var eitthvað alveg rétt. En hvernig menn túlka staðrendur og sjá þar er svo allt annað mál. Þannig að samhengi í þessu er ekki það hefur allir verið að kúa hindúa í reynd. Þannig er þetta að láta það líta út eins og hindúar hefur verið kúaður hópur alla tíð sem öllur heiminn hafi haft eitthvað móti. En svona er þjóðnis, þetta er þráðurinn í þjóðnisíkju allstöðar. Við vorum frábær, svo komu aðrir og held okkur niðri og það eftir að við losum okkur við þá að þá rísum við upp aftur. Nákvæmlega. Íslensk nákvæmlega og þetta er alþjóðlega að segja þetta út allt svona eins og þarna segir þess að Módí þegar hann kemur nú er loksins okkar tími komin okkar hindú eftir 2000 ár og nú ætlum við að taka okkar land og þessi múslimi sem hér í landinu þeir geta verið hér áfram en þeir eru að kunna hegða sér og þeir verið að sanna það í rauninni það er sumstaðar hefur verið farið út í það menn þurfa að sanna að þeir séu Indverjar með upprunavottorðum og öðru slíkum með fæðingavottorðum og þess aftar til þess að fá vegabrið sem hindúar þurfa ekki að gera og hérna og þetta verið varandi flóttamenn til mjög erfitt sem hafa komið frá Pakistan á sínum tíma þeir ef þeir voru ekki múslimar og frá Bangladesh þá eru þeim ekki tekið sem Indverjum og það er efasemdunum þeirra þjóðurni og þannig er allmest með Róhingja sem hafa reynd að komast sem flóttamenn inn og þeim er hent út vegna þess að sé ekki hindúar og svo framvegis. Þannig að þetta er narratífið, umræðan á Indlandi frá hendi stjórnvalda er daginn út og daginn inn. Í ótrúlegu mæli er þetta það að hindúar er að krefjast aftur rétta síns og eru loksins að ná sínu landi. Þetta hefur verið þarna en fann þetta ekki svona sterkan farveg fyrir en að Módí kemur og beislar þetta fljót sem að hlýtur að verið þarna, ekki býra hann þetta til. Nei, sko, pólitík fyrir tíma Módís og raunar var nú annar maður aðeins og undan sem byrjaði með þetta Vaspæi en fyrir það tíma þá kannski einkennist pólitíki frekar að bara þannig að við milli kongressflokksins sem að fekk sem flesti múslimar kursum og flesti minnlutahópa kursum og baráttuðu hans fyrir sekúlar Indlandi þessum trú fengið ekki að ráða og fyrir því einhvers konar sósíalisma sem þeir töldu felast í því að sérstaklega rétt að hag sveitanna og minnulötahópa og hérna þeirra sem í þessu caste system, stéttakerfinu og annað slikt, mjög flóki kerfi sem var sett upp til þess að rétta þeirra hlut. Í rauninni stjórnan aðstæðan ótt að tíma samsetningur af lokal hagsmunum. Þannig að það voru svona lokal flokkar sem eru til í öllum þessum mismundi ríkjum Indlands og þeir oft á tíðan keftu harðar við kongressflokkin heldur nokkuð tíman einhver þjóðarflokkur. Þannig að fólk í Tamil Nadu var mjög upptekið við Tamil Nadu hagsmunni og fólk í Karnataka var upptekið við sína hagsmunni og svo framvegis. Og síðan gerðu þessi flokka bandalög við kongress til og frá og þannig var myndaðast alltaf meirihluti á þinginu sem kongress hafði taumhald á. En þannig í rauninni er þetta nýtt, tiltölulega nýtt að þetta sé svona endurvakið sem megin þemað í indverskum stjórnmálum. Og með þetta sterkum og þetta tiltölulega trúverðum hætti er þetta sett upp með þessum hætti að þarna er einn þjóð loksins að rísa upp. Og þetta nær alveg umræðinni þannig að það er erfitt raunverulega að andmæla þessu því að þú ert á svikari við... Já, það er mjög tortryggil og það er til missi sko, nú er ættarlaukur Gandhi ættarnar, Nero ættarnar öllu, Rahul Gandhi, hann er enn einu sem reyna að komast til áhrifa í landinu, hann gekk, hvað var það? 3-4.000 kilometrar frá Suður-Indlandi til Norður-Indlands á mörgum vikum og hitti fólk og annars lit og reyna að vera svona maður fólksins. Ég er ekki viss með það alveg tekist því hann er ekki mjög mikil maður fólksins en alltaf privilegis ættu með það sem alltaf er haft einna mest á mótunum er það ekki nóg með það að hann er af þessum ættarveldi sem hefur horsað honum og gert hann af þessum allt þetta privilegium sem fara út af það heldur líka það að hann sé ekki alvöru hindúi. Mamma sér ítölk náttúrulega
katóliki uppálega, ég veit ekki hvað síðan gerðist með trú. Pappans Rajiv Gandhi, sonur Indira Gandhi, hann var hálfur hindu og hálfur parsi. Því að Feroz Gandhi, eiginmaður Indira Gandhi, hann parsi. Og parsar örlítill minnihluti á Indlandi, sem svo lítill að það 0,000 eitthvað % af íbúunum. En þannig hann gerur ótrúverður og allan átt með þessu og það alltaf sagt að þetta sé einhverju kosmopolitan, einhverju Davos fólk og eitthvað svona sem að bara hitið á ríku og frægu í heiminum og sé ekki neinum tengslu við Indland. Og til að sjá hvernig það gerist í rauninni, frá þetta degi til dags, þá finnst mér alltaf, ef maður reynir að hugsa Indland, þá alltaf gott að fyrir þorpið. Það búa ennþá 600-700 milljónir indverja í þorpum. Það 600.000 þorp í Indlandi. Og þar býr ennþá helmingur þjóðun og helmingur atkvæðisbara manna. Þar í þorpunum og í litlu bæði, svona minni bæjum, eitt af því sem hefur verið að gera síðustu árum eru endalaus ofsóknir gegn myndum kúamorðingjum. Þannig að það hefur verið svona lynsing eins og Suðurríkin Bandaríkjanna á múslimum fyrir það sem eru sakaði fyrir að hafa drepi kýr. Og ofta tíðum þetta uppspinnur og rótum og stundum þetta satt að því til þetta fólk sem vinna við leðuriðju eða slátara kannski nauti til eigin neyslu eða eitthvað þess aftar en fyrir hindu að þá kúin að einhvern nátt heilu og það mjög löng og mjög miskilin saga bak við það en það annar mál. En þarna eitthvað sem allir taka afstöðu til. Það enginn til í þorp og Indlandi með því að drepa kýr. Þannig að þú æsir upp, þetta svona svipað eins og gerist í Pakistan og það einhver sakar það var brent Kóranin eða sagt eitthvað á Múhameð og allir verða gessamlega vitlausir og hefndi bara viðkomandi sér tekin á lífi. Þannig pólitíkin svo mikið frá degi til dags og það sem mér fundist eiginlega óhugnarlega sumleit að fylgjast með því hvernig intellektuálhópurinn og hvernig millistéttin hefur flykkst í kringum móti heldur en það sem hægt að manipulera kannski í þorpunum með svona ódýrum hætti eins og þessum. Þú hefur vonum að veri meiri segla í indverskri mennta. Já, nóg af þeim. En það sem hann hefur gerst það gífurlega fjöldi indverska háskólamanna flutt úr landi. Og ströymurinn hefur aldrei verið stríðara heldur núna. Þannig að þú kemur inn í bandarískan háskóla, breskan háskóla, jafnvel sænskan háskóla, japanskan háskóla, sama hvort þú ferð, þá alltaf fyrstu merinn svo hitt. Þetta svipað og stundum við sagt í Rússlandi að helmingurinn af mentastéttinni sé flúin. Já, akkurat. Það svipað í Indlandi? Það er svo margir að það... Það ekki tölunar, en það er óhemji fjöldi af indverskum. Ég þekki það aðeins vegna þess að mér datt í huga að skrifa doktorsritgerð um Indland á sínum tíma. Það hefði verið talsveit í landinu og hugsaðu það. Svo því sá hvers konar framleiðsla væri í gangi á indverskum doktorum í stjórnmálum og efnaðasmálum Indlands, að þá sá ég að færi þetta í einhverja 20.000 manna röð sem að ég leist ekki alveg á. Það var svipað að læra á fiðlu í Kína. Já, og þannig að það var nógrannur til þeim. En þeir annarkvæmt einhvern veginn þagna, þóra ekki eða hafi ekki grundvöll eða eitthvað. Þannig að það eru svona þessi gömlu kallar sem eru búin að lesa þetta mjög lengi að þeir hafa verið að tjá sig við vestræn blöð og í vestrænum útafstöðum og eitthvað þess áttar. En ég held að heyrist ekki lengur í þeim á Indlandi. En þetta, maður að kalla þetta alþjóðhreyfingu? Þetta væri svona venjulegt fólk gegn útlendingum og innlendri valdastjætt? Er þetta þannig sem hann spilar? Almenningur manipuleraður yfir í þetta. Í að líta þannig á þetta? Já, þetta þessi stjórna þessu ekki alltíðan. Nei. Þetta er ótrúlega skilt í rauninni milli landa til land sem það ferði í. Þá sérðu alltaf að það þessi samskonar hópar hagsmunir sem myndast í kringum einhverju hluti sem að geta síðan manipulerað að búi til einhverjur ógnir og annað slíkt og vilja fyrst og fremst fá að sitja að sínu landi og gæðum þess að nokkur útlendinga getur komið þar að eða nokkur samkeppni síðu þessi útlötu allt saman. Þetta eitthvað, saga síðustu áratuga mjög víða og þannig bara á styrum. Þú sagðir að 600 milljónir byggju í þorpunum eða þá. Í Kína gerðist það á ótrúlega skömmu tíma að það var 80% sem byggu í sveitum og 20% í borgum og það snýrist við á bara 30-40 árum. Þessi fólksflutningar, eru þeir ekki eins stríðir í Indlandi? Eru ekki borginnar að byggjast upp með brjálæðislegum hraða eins og er í Kína? Byggjast mjög hratt upp og það sem svipað í Indland og Kína, það rauninni mjög stór hluta þessu fólki sem að flykkjast inn í borginnar að fara inn í borgir sem við kunnum ekki nöfnum á. Mér finnst alltaf interessant að hugsa. Eða eru svo litlar rauninni fyrir okkur.
það eru margir tugir milljónaborga á Indlandi sem að stækka mjög ört. Í Kína, mér finnst alltaf interessant að hugsa til þess að í Kína þá er líklega Amsterdam á Kaupmannahöfn ekki náðin að listi yfir 100 stærstu borgirnar. Þannig að þetta er bara annað fyrirbærið sem þetta mannhaf á allan hátt. En það er að fækka í þorpunum eða það er mjög þróun, hún er kannski ekki eins vissjól eins og í Kína, mann finnst maður heila að sjá þetta í Kína. Það bara fólk er að skoða fyrir rútustöðu í Kína, það er allir að koma en enginn að fara, þú veist, það er einhvern veginn bara þessi þrýstingur inn. Þannig að Kína er byggt fyrir fólkið en í Indlandi þá kemst það yfirleitt ekki inn í borgirnar. Þetta strandar í fátakra hreysum sem eru svo krægi kringum alla borgir. Ekki sem ótrúlega það fyrirbæri, það er eitthvað. Já, það er eiginlega ekki að lýsa því hvernig þessi fátakra hverfi eru, það sem er kannski 1 á 2 milljónir manna í einu hverfi sem við kallum hverfi sem að hýra sama skilur henni ekki hvernig fólk lifir af jável sko vikuna hvað þá að búa þannig til frambúður. Það er engir innviðir. Það er engir innviðir, það er engin þjónustu og ekki neitt. En það eru, sumarborginnar eru að breytast verulega. Mér varst alltaf Indland breytast mjög hægar að þessu leita heldur en Kína. En það eru að breytast að yfirbræði allmargar stórar borgir og nokkrar minni borgir, það sem er nútímalegur iðnaður og eitthvað sem okkur myndum kannast mjög vel við í okkar heimsluta hvað var þar standardahlutunum. Það er ört að breytast. Og það sem verður að segja sko móti til hross og það er það sem að í rauninni eitt þeir sem gerir það verkum að hann er vinsæll meðal kannski millistjætta og þess aftur er það á hans vakt að þá hefur Indland vaxið mjög efnaðaslega. Því er mjög misskipt, alveg stórkostlega misskipt að þetta en þeim sem hefur búið hreinlega algjör og örbyrð, þeim hefur stórlega fækkað og þetta er svipað eins og gerist í Kína þó að gerist hratt, það gerist ennþá hraðar í Kína en þá spyr maður sig, er þetta réttlæta hvaða stjórnmál sem er með þessum árangri og ég verð að segja það eins og mér fannst stundum í Kína, mér fannst allt til að réttlæta innræðis fyrirkomulag við að sjá hlutina breytast eins og ég sá það breytast þar að því ég var oft í ferðalögum til Indlands þess að það voru ekki breytast á þeim tíma sem ég bjó í Kína þannig að ég fekk mikla samúð með stjórnin í Kína á þeim tíma með hennar efnaðastefnu og enga samúð með stjórnin í Indlandi sem lét þetta danka í þessum ömurlegheitum sem þarna voru. Þannig að mótið hefur gert ýmislegt gott en hann er hættulegur maður. Lýðræðið hefur látið á sjá og oft sagt að Indland sé stærsta lýðræðisríki í heimi og menn segja það með svona hálfgerðum gæsalöpum oft eins og lýðræðið sé veikt hana. Indverjum finnst þeim vænt lýðræðið? Þeir eru mjög stoltar af því að vera stærsta lýðræðið samfélag veraldar og þeir eru mjög stoltar af sínu sögu með þetta. Hvað merkir það fyrir þá? Það merkir ekki að kosið. Er við í vörni því gagvart svona alræðistilburðum? Já, þeir bera það saman kannski við löndinu kring eins og Pakistan sem hefur verið undir herforingjastjórn meira en alla tíð. Ég held að almenningur í Pakistan fíli sig ekkert sko minna frjálsan heldur en almenningu í Indlandi. Þannig að þetta er ekki spurningu það að fólk sé ófrjálst þó að sé einræðistjórn endilega og þannig eins og í Kína að langflesti Kínverjar bara leiða hjá sér ríkisstjórnin og verða óskuplítir vari við annað heldur en bara efnaðastefnuna eða eitthvað þess aftar. Þetta er ekki lögregluríki eins og við þekkjum þessum einræðisríkjum og Indland er það alls ekki. Bara stjórn ríkisins er eitthvað sem að ég get ekki haft árið á? Sem bara mjög langt í burtu. Og bara klippir það út. Já, og þetta virðist virka hjá móti hugsa margir. Það er kannski, þetta er mjög erfitt að meta þetta, hvað fólk er mikið til í að afsækja nágranna sína. Sporin ræðaði þeim efnum. Við höfum séð skelfilega hluti bara í Evrópu með það hvað eftir að fólk upp í að æsa fólk upp í þjóðnisíkju og annað slitt og fara afsækja. Þegar landið var að klofna, það var fyrirlegu tími. Já, en ég held að það gerist samt ekki aftur að það verið blóðbað. En það verður þrengt að múslim á minnilegt hópum mjög mikið og þetta var eftir að vera mjög ljót saga næstu árun held ég. En eins og segið það jákvæð er það að efnaðaskerfið er þó heldur og uppleið. En ég veit ekki hvort að fræðimaður svo vitnaði til þess að það veri 1/3 lýðræðisríki hvort að var að meina að það hefðu fallið, það hefðu verið meira en það væri að móti hefði þrengta lýðræðinu, þrengta dómskerfinu. Hvernig er hann að kirkja lýðræðið? Sko, ef þú hefur ekki tjáningafrelsi og ekki fjölmiðla og þá ertu komin langleiðina og það er það sem er nú þegar gert. Við þekkjum það bara úr okkar heimsluta eins og það er nú oft verið vísa til þess að kannski öll intelligensian sem var austurströnd Bandaríkjana eftir tvíburaturnana hryðjuverkin þar að þá
þá einhvern veginn hekk það bara í loftinu hvað mátti segja og hvað ekki og það svona það var ekki andstaða við þrengingu að persónuréttindu fólks og Nei. Þú ert að tala um eitthvað sem mun alvarlega miklu alvarlega. Ég veit alveg hvað tala um Bandaríkin og ég þekki háskólamenn sem hvort undan því að það bara skyndilega hættu menn að taka síman frá þeim og menn sem voru áður í daglegu sambandi við alls konar svona aðila sem skipti máli hvað var það stjórnarstefnu og þess aftur. Vegna þess að voru ekki að enduróma stefnu stjórnar? Nákvæmlega og þetta var eiginlega einu stóra ástæðan fyrir þessu katastrófu sem þetta stríði var. Að eiginlega allir sem vissu eitthvað Írak á sínum tíma í Bandaríkjunum, þeir voru á móti stríðinu og síðan bara skrúa fyrir að tala við þá. Þannig að það var ekki vona góð. En þetta er allt öðru stíð. Og það sem að gerist ef fólk hætti eða fólk eru hrætt og það var annar raun sem sá viðtalið við fyrir má ég spyrja, er það bara hrætt lífsitt? Kannski ekki beint lífsitt en afkomu og ef þú byrði í samfélagi sem einkennist af því að það sé spurning fyrir helming þjóðuna hvort það lifur á daginn það var afkomu eitthvað sem þú leikur ekki með það Amartya Sen sem að fekk Nobelinn fyrir hagfræði hann sagði fyrir 2 árum að nýkominn frá Indlandi, hann bjó nú mikið í Bretlandi og Bandaríkjunum þá sagði hann, í fyrsta sinni minni á ævi hef ég séð ótta á Indlandi og þetta er þeir sem hann er að tala við eru háskólamenn og þetta er Nobelsverðlaun hafi hagfræði sem skrifaði raun bækur um stjórnmál og fleira og skrifaði mjög ágæta bók um Indland The Argumentative Indian meðal annars en þetta er öðru stíi þessi ótti og síðan hinn þriðjungurinn sem er tekin í burtu að það er dómskerfið og það sem að Módi reyndur hennar fyrst þegar hann komst að valda þá reyndi hann að knýja í gegn lög sem að fólu það í sér að svipað eins og Putin gerir og fleiri hafa gert og reyndar að gera í Pólandi nú nýlega með það að það sé og í Ísrael núna síðast að það sé bara valdi ríkisstjórnarnir hverju verða dómarar það komst ekki í gegn þannig að hún íslátt erfitt fyrir með þetta þannig að það er ennþá þannig að hæstiréttadómarar eru skipaðar af hæstiréttadómarum en núna er meira og meira sérmað það að dómarinnir eru orðnir hrættir og dómarnir eru fattin að falla hver af öðrum jafnvel óskiljanlegir í stjórnvöldum vel Indland í heiminum nú er stríði í Evrópu og Bandaríkjamenn og NATO vilja fá fleiri til þess að vera í fylkingu gegn Putin hver er staða Indlands í þessari heimsvelda pólitík sem er að verða augljósari og fyrirferða meiri og ágengari Já, ef fyrst lítur tilbaka þá er náttúrulega sagan svo að Indland losnar frá breska heimsveldinu á sínum tíma og sver að verða hlutlaust alla tíð og stendur á bakvið stofnun samtaka hlutlausturríki í heiminum og svo framvegis og allt það. En Indland þurfti vopn og Indland þurfti samskipti við stórveldin og þeir leituðu meira til Rússlands með það. Og það var talsveit mikið, maður sá það fyrst ég kom til Indlands þá sá ég ýmis merki þess að rússneskur iðnaður hafi verið þar á ferðinu og rússneskir ágjafar og þess að þannig að Indland var svolítið tengt Rússlandi, eða Sovjetríkjunum, en þannig að það var þá. Seinna hafa Indverjar haldið áfram þessar stefnum með vilja vera hlutlausir, en núna eru orðið miklu meira pragmatískir, finnst mér í seinni tíð Módís heldur en áður var. Þetta skiptir öll ríki mestu máli bara að finna flöt á því að vinna sínum hag og það er mjög eðlilegt. Þannig eitt af því sem hefur gerst núna til dæmis að það hefur hjálpað Módi mjög efnahagslega og í baráttu við verðbólgu og annað er að hann er fann að kaupa olíun allar frá Rússlandi á miklu lægra verði heldur en fjekkar frá Persaflóa áður. Þannig að orkuverð og Indlandi hefur lækkað en ekki hækkað eins og annars staðar því að Rússar get ekki selt olíun og verða að selja hann miklum afslætti. Og Indverjar hafa verið góðu kaupendur af þessu. Það sem Módi dreymir að gera í þessu efni að það sem skulum segja, ef maður lítur að skákborð eins og hann séð að þá ert með Vesturland á einu stað, þú ert með Rússland og þú ert með Kína og obsession Indlands er að færast frá Vesturlandum yfir í Kína. Þannig að allt sem hann gerir varandi Rússland snýst öðrum þræði hvað hann er að hugsa varandi Kína og líka varandi Vesturland. Þess vegna finnst mér líklegt að hann finni sig að það eins og ég les stöðuna bara með þróun stríðsins í Úkraínu og með stöðu stríðsins og alþjóðu vettvangi er hann muni frekar hneigjast í áttu gagnrýni á Rússa meira heldur en áður.
en hann muni ekki taka þátt í einhverju baráttu gegn Rússlandi. Og það fer eftir hvað Kína verið að gera. Þegar útreikningsdæmi í honum snýst það hvort að Kína og Rússland náða mikið saman. Ef hann færi alveg á móti Rússlandi, þá er sambandi milli Kína og Rússlands miklu sterkara en áður og ennþá nauðsynlega fyrir Rússa. Þannig það vill hann ekki. Hann vill sem sagt vekja Rússland, vekja Vesturlönd og hann vill vekja Kína. Og Rússland einhvers konar lykill að því báðum tilvikum, en hann getur ekki gengið á langt. Þannig að þetta svona mjög flókið spil hjá hann sem að verður bara leiki eftir því sem honum finnst henda Indlandi best. Það er engin hugmyndafræði. Samskipti við óvinni sína. Já, það er engin hugmyndafræði í þessu. Þú nefndir hann fólksflottan frá Indlandi. Skipta Indverjar sem búa erlendis máli? Þeir gera það á ýmsan hátt. Þetta er þarna 20 milljóna Indverjar. Það er mjög mikið businessfólki sem er flust út annars vegar eða orðið businessfólk að flutti og hins vegar í akademi og sumstæðir í stjórnmálum þess að það all veruleg fjöldi breska stjórnmálamanna indverskum uppruna og í vaxandi mæli í Bandaríkjunum með einna forsetaframbjóðendur republikana Það er misjætt eftir löndum þar sem er svona díabóra hvort að hún skiptir máli í heimalandinu eða ekki, hvort að ríkin upplifir sig sem þjóð eða ríki, það er svona Það var nákvæmlega, það er þetta sem að móti breyttið dálítið vegna þess að hann sagði við höfum alltaf vanrækt þessa diaspora sem við eigum. Við eigum að bjóða hana velkomna. Hann hélt mikla hátíð í Delhi á sínu tíma sem bauð velkomna fulltrúa frá þessu diaspora. Hann fór til Bandaríkjan og flutti ræðu bara hreinlega einhvern risa íþróttahöllum þar fyrir 20.000 og 100.000 Indverja og eins og rockstjarnar sem starfið þar. Þannig að það voru boðar algjörlega 9 tímar í þessu. Og þetta skiptir miklu mála þýlit til að þetta þýðir þessir aðalega hafa átt að tíðum annars að fjárfesta á Indlandi og hins að verið svona brú fyrir indversk fyrirtæki inn í viðkomandi markaði. Þannig að þetta er eitt af því sem þið var að spá í þá sínum tíma hvernig framtíðarþróun efnahagslífsins á Indlandi yrði, að þá er þetta eitt af því sem var aðtúaði mjög mikið. Að þetta var advantage sem að þetta var kostur, þetta var sem sagt eitthvað sem hefði gáttu notað mjög svo þjóðir til þess forna gerðu náttúrulega að það getur verið betra að skipta við frændaðinn yfir landamæri það verið byggð upp heimsveldi á þessu svona vestunarlega heimsveldi Herðu hérna þú nefndir eitt líka að það væri meiri andstæða við móti í suðrinu en norðrinu getur útskipt það fyrir það sem ekki þekkir norður og suður og Ítalíu á Indlandi fyrir ekki Þetta er nú eiginlega tilfinningi, ég hef ekki séð þetta beinlega skrifa með þessum hættum. Þetta er meira tilfinning með því að bera saman ýmislegt sem er gert svona á lokal hlutum. En það er veruleg munur á norður og söður Indlandi. Eitt er það að tungumálun eru gerólík. Þau eru ekki skild. Og þannig að hindi og urdu eru skild íslensku. Það eru ekkert skild tungumálun sem eru töluð í söður Indlandi. Og það byrða mjög mikið suður Indverja er það eitt af þessum mótið við gert það er nú reynd að útbreiða hindi sem tungumál allar Indverja og þó að suður Indverja það er jáfnvel ennþá herrar hlutfall af hindum og suður Indlandi eller norður Indlandi það tiltölulega miklu minna múslimum að þá er það einhvern veginn þannig að þetta hefur ekki þetta narrativ mótis verðist ekki hafa gengið eins vel í þar eins og í norður Indlandi og það er meiri efnahagslegur uppgangur í suður Indlandi það er það meira lokal hluti, það er alls konar svona flokkabandal og með lokalissjó sem að stjórna flestu fylgjónu þar þannig að hann hefur ekki algjörlega unnið suðrið Er það tengt sögunni að þessi stórveldi hindúa hafi verið frekar í norðurinu í 2000 áru sem hann er að vísa til? Í stórveldi Múgala voru Norður-Indland, þau náðu ekki alveg alltaf til Suður-Indlands þannig að kannski stjórnuðu hindúar meira og lengur í Suður-Indland eller annar stað Þessi tilvísin í söguna virkar betur í norðinu. Jón, við erum búin að tala hérna fékkst óviðráðanlegt verkefni að útskýra Indland fyrir þeim sem ekki þekkti. En það er ekki búið. Ég ætla að skjóta einum svona desert á eftir sem er annað fjölmennt ríkið þarna í ekkert svo langt frá, Indonesia. Þú veist að segja að þú hafir hætt við að skrifa doktorsritgerð Indland, að þú skrifaðir Indonésiu fyrir margt löngu. Já, ég fór þangað og var þar tíma sannst og varði mína ritgerðunar í Bretlandi sannst en hún er efnahagskerfi og stjórnmálakerfi Indonésiu og hvernig þetta tvennt tengist saman. En ég hef ekki verið mikið í Indonésiu seinna árum. Ég lagði það á mig að læra tungumáli sem að
var þó nokkuð mál fyrir gamlan mann. Þú getur lesið blöðin? 30 þar. Lestu blöðin eða þá? Ég get sennilega lesið það svona því að ferðangað þá rekkur þetta svona í gang. Þannig ég til í einföld samtölu, ég get eitthvað lesið blöðin en þetta verður minna og minnast því ég kann í þessu. En Indónesía, það er ekki ein þjóð og það er ekki eitt land. Nei. Það er einhver furðulegur klassi sem hangi saman í einhver ríki. Já, það er risastóru eyjaklassi. 14.000 eyjar mynduðu segja sjálfur og þetta eru 270 milljónir íbúið, þannig að það er svona í sjónmálið verið fjölmennur heldur en Bandaríkin og þetta er svona skipt mjög sem hætt en dóminar er samt sko af Java, semst eyjunni, þó hún sé ekki nema 150.000 ferkilometrar að það búa þar næri 150 milljónir manna, þannig að þetta er svona álíka þéttbýli eins og væru 100 milljónir manna á Íslandi og maður getur rétt ímyndið sig hvernig það koma 100 milljónir fyrir hér. Þannig að það aftur er það fólksfjöldinu sem er fyrsta einkenni sem það tekur eftir. Í rauninni hangir Indónesía saman út af því að þetta var hollenska nýlenduveldið í Suðaustur-Asíu. Og svo þessi ríki hafðu svona sumar eyjarnar og sumríkin hafðu átt langa sögu. Það hefur verið ríki á Sumatra og Java sem að náðu saman og það hefur verið sérríki á ýmsum eyjum sem að voru í samskiptu önnur og framvegis. En í rauninni voru þetta tugir eininga þegar hollendingar byrja að koma og skipta sér af ófriðu, það gerist upp á Bretar, þeir buðu smákongum aðstóð herna gegn öðrum og enduðu síðan sem yfirmenn allra. Og upp á Bretar að þá settur upp kerfið það sem að í rauninni gamla aðallinn sem að stjórnaði þarna áður var bara embættismannakerfi hollendinga svipað og gerist í Indlandi. Þannig að svona bara settu þessu ofan á all lagið. En þeir náðu að samina þetta í eitt ríki og það hefur haldist. Það voru mjög margir sem töldu þegar að einræðisstjórn Suharto féll 1998 þá var það kannski algengasta debatti sem að lendi á ráðstefnum var það hvort Indónesía myndi hanga saman eða splundrast. Og til hvers ættu við að hanga saman? Akkurat. Leiðin sem þið fóru var það að þið byggu til þið júkum mjög mikið sjálfræði hérðana, þannig að það er talsvert. En þetta er samt ríki sem hangi vel saman og það er mjög ólíklegt held ég að það leysist upp. En stjórnmálasagan er blóðug full af ofbeldi og spillingu og bara alltaf versta sem þú getur valið þér. Svona setjum stjórnmálasaga kannski landið fær frelsi frá Hollandi 1940 eða svona árabilinu 45-50 það tekur langan tíma og það eru stríð þarna og Bretastóðum tíma með hollendingum og reynda að halda þess og allt aðeins svona rétt fyrir 1950 þetta voru sjálfstætt ríki svo tekur hérna við fórseti sér Sukarno sem þótti með vinstrissinur hann vann með kommunistaflokknu sem er mjög stór Hann var einn stærsti kommunistaflokkur í heimi Já, hann var einn af þeim allra stærstu en þá gerðist það 1965 að það verður uppreist í hernum sem að hefur aldrei verið fullu útskýrð. Mjög undarlega atburður á sem að hefur verið eitt af helstu lendardóm indóneskra sögu. En þetta er unni bara passar við söguna alla vegna þess að Indónesía er ein místík frá upphæðu lenda. Það er alltaf einhver místík og alltaf eitthvað sem engi skilur. Og þarna tekur þetta á sig þá mynd að Suharto sem er einn af yfirmönnum hersins að hann nær undirtökunum og hefur fjöldamorð á kommunistum og þá eru drepnir 600 til 800.000 manns sakaður kommunisma bara fyrir það að vera sakaður það að vera sósíalistar eða kommunistar þetta voru fjöldamorð út í þorpunum og algjörlega skelfileg saga sem mátti ekki tala og þegar ég var þarna þá passaði mig að hafa aldrei neinn gögn þetta með mér þetta var bara algjört bannorð, mátti ekki tala og þá síðan í framhaldið þessu þá breytist efnaðiskerfið þannig að smám saman urðu herfóringjar sérstaklega klíka ákveðin í hernum tengd Suharto þeir urðu fyrst og náttúrulega businessmenn þannig þeir fóru að taka hluti í kínverskum fyrirtækjum það 3% þjóðuna til eru kínverska minnulutanum sem mjög svona enterprising framtakssamur eða hvað kallar business viðskipta við nefndum áðan að
að eiga viðskipti við landamæri við frændur sínar að Kínverjarnir voru náttúrulega svona í Asíu, þeir voru svona voru eins og gyðingarnir í Víetnam og Indonésiu og víðar. Og þarna eru í smákaupensku og þeir eru embættismenn fyrir Hollendinga og þess aftur og það verða öll stórfyrirtæki landsins verða meira, nánast öll stórfyrirtæki landsins verða til þannig að það eru herfóringjar sem að greiða götu þeirra, fá helmingina fyrirtækinu eða þriðjungina eftir atvikum fyrir og það eru Kínverjar sem reka þau. Þannig að þegar að kemur 1998 þetta gekk tíma mjög vel þannig að það var verulegur hagvöxtur en þessi fyrirtæki eru stærri og stærri og þú eru gráður og gráðuri. Þannig að þau voru fann að semja sífellt monopól, þannig að þú ert í þessu en ég ekki, þá mátt þú fara í þetta og svo framvegis. Þannig að þetta var meira og minna alveg ótrúleg samsteipa af samráði, hagsmunum og hjartaðis öllu sem að svo harta fjölskyldana sem að fjölskylda fórsetans sem tók sitt kött allstaðar. Og þetta var eitt allara spiltasta kerfi sín nokkuð tíðan og æfinni upplifað að horfa á. Ef við sjáum svo sem minni átt að dæmið þetta í öllu löndum og mjög nálægt okkur. Svo ekki sem er að sagt. Vanhelgu tengsl viðskipta og stjórnmála þarna með herinn í ofanálag. Þarna með herinn í ofanálag þannig að það er ekki eins og hér það sem bara er pólitískt vald sem að kemur í veg fyrir það sumir greiði skatt og gjöld af sínum auðlendum og svo framvegis heldur eftir þarna kom með beinlýns herinn sem enginn þorir að anda ef það er nett við. Og það er ekkert og stjórnmálakerfið er algjörlega mótað af þessum sömu herfóringum. Svo verður þetta bara uppreisn og það svo hart og stjórnin féll. Og það vildi svo til að ég var í Indonésiu þegar hún féll, sem er svona með ótrúlegri pólitískri upplifun minni. En það sýnir svona kreppan að þegar ég teka minna hótelið þá dollarinn semst hann 6-faldaðist í verði frá því ég teka minna hótelið angli fór út. Þannig að það kostaði ekki neitt í restin að búa þarna. Og það sá maður allt hreinja og þá sá maður líka fjöldan í því að fréttirna sem maður lesa voru ekki það að það verið þúsundur að missa vinninni í fjölda uppsögnum heldur miljónir í hruni fyrirtækja og opinbera geirans út alla eigaklassan. Og maður vissi ekki hvað var að gerast og það sérstaklega við þetta var það að ráðamenn vissi ekki heldur. Á þessum tíma það var orðið auðvelt að viðtalið við aðstofar og þess að það sem maður gæti aldrei nálgast áður. Og þeir sátu þetta inn á sínu fínu skrifstofu og þeir veitu ekkert hvað var að gerast. Og það endaði með því að það kom ekki til mjög blóður aðtöka, það voru einhverju þúsundir sem að mistu lífið á endanum, allt í allt. Mjög kaotískum átökum sem engi vissi eiginlega hvað átt, hver stóð bak við hvernig yrðu. Og það endaði með því að þeir náðu að kjósa forseta og þeir náðu að fella þann forseta og kjósa annan og svo framvegis. Það samlega á þess að yrði mannfall? Já, og það voru ekki allir sem spáði því þess að daga sig var að horfa á stjórnina. Það ekki líðræði í Indonésiu? Nei, eða þá að það er ekki mannfall þess að daga sig var í árið 98. Þannig að það tókst í rauninni vel og maður setur svona markið frekar lágt þegar maður er búin að sjá hvað getur gerst. Að þá hafa rauninni frétti verið almennt talar góðar af Indonésiu síðan þjá að því til að það hefur verið þjóðfélagsfriður, það hefur verið efnaðsleg uppbygging, núverandi forseti hefur lagt mikla áherslu á innviðakerfið og það hefur verið byggt upp þannig að það er óþekkjanlegt frá því það var sem að fyrir 20 árum og það er ýmislegt sem horfir vel þarna en spillingin er ennþá mjög mikil. Það er komið í staðin sem sagt þegar ég var að skrifa Indonésiu notaði svolítið kenningar Gramsci, ítalska kommunistans Gramsci sem að skrifaði í fangelsi og þess að skrítið að eitthvað sem hann er að skrifa fangelsi á Ítalíu, fangelsi Mussolini að það smell passaði það sem var að gerast í Indonésiu áratugum síðar. Því hann héldi fram að í rauninni það sem að þú þyrftir á endanum, það var ekki hernaðarlega yfirráð bara, þú þurftir að koma saman efnaðarslega yfirráð og hugmyndafræðilega yfirráð til að mynda einhvers konar historic block eins og hann kallaði. Og það maður sá hann að vera myndast vegna þess að herfæringarstjórn Suharto, hún hélt niðri múslimum, þeir komu inn til að móta múslimar sem hún hefði það fólk sem ég talaði mest í þessum tíma því ég var þarna. Þeir komu inn til að mjög mótarætt múslimar og þeir allt í einu verðu þeirra hugmyndur og hugmyndafræði. Hún verður svona hugmyndafræði þjóðarinn og ríkisins og eliturinn og allt þetta. Þannig að herfóringi hugmyndafræðin er hent út, það kemur svona eitthvað mótarætt í islam í staðinn. En gallið við það sá að þeir sem að það var alltaf verið fyrir hendi að menn bjóða hans herra í trúanlegri hugmyndafræði. Og það er alltaf meira og meira refsingu við það að fara út á sporinu. Ef hún er
viðurkennd. Og ég sjáum þróun í stjórnmál í Ísrael Nákvæmlega. Þetta er ekki en skelfilegt á Ísrael en það er samt en það er sömu leið sko, einhver leið og það og ég var í rauninni bjartsýnni fyrir nokkrum árum heldur en ég er núna því að það verið ýmsar afferður mjög slæmar sem tengjast einmitt skortu umbörlundi trúmálum og notkun á þessari hugmyndafræðilega helgun ríkisins í trúnni og þetta sé við okkar trú og allt þetta. Hún hefur verið hansi gróf og maður veit ekki alveg hvað gerist næst þannig að maður er farin að óskaði sér vel að stjórnarskránu verði breytt og nú var endur fórsetið fá 1 kjörtímabili viðbót þó hann er reynst raunar sko algjörlega áhugaðlaust að þið verið stóttum mannréttindi sem er eitthvað sem er sjálfur mikið áhuga en ég sé bara hvað hann er að gera sko margt gott í efnaðslegri uppbyggingu og svona heldur að halda spillingun í skefjum. Það er efnaðslegur uppgangur í Indonésiu. Já, það er þetta svona 6% áherstur. Það er kannski ekki að segja stórveldi þegar það er Indland er þarna og Kína er þarna. Nei, þetta getur skipt máli sko. Þetta getur verið sterkt ríki. Þetta getur verið mikilvægt ríki sko að segja. Og það er ég held að vera aldrei sterkt ríki en það er mikilvægt að þýlega til að Suðaustur-Asía kemur eins í boga fyrir sunnan Kína og austan Indland. Og í rauninni átakasvæði milli Kína og Indlands verður Suðaustur-Asía. Og það mun gerast með ýmsum hætti í framtíðinni. Og í Suðaustur-Asíu það búið tæpa 300 milljónir í Indónesíu, það búið allt í allt 700 milljónir í Suðaustur-Asíu, annað stórt ríki hérna Vietnam er rúmlega 100 milljónir íbúa, síðan er Thailand og Myanmar og Kambódía og Laos og Malasíu og Singapur. Og þessi ríki mynda dýnamískt heimsvæði sem að í rauninni er að finna alltaf meira og meira til sín. Og þegar ég, fyrir nokkrum árum þegar að útþensla Kína var sem mest og því bjó sjálfurlum sér Kína, þá sögðu mér alltaf, fór ég mikið þetta niður og þá sögðu mér alltaf fólk, Kína verður þetta risaveldi, við verðum að setja okkur við það. Kína er þarna, með stækka og stækka og stækka og við verðum bara aðlaga okkur að þeim breytta veruleika. Og þá spurðum maður, viljið ekki Bandaríkin séu svona eins og mótvæði þarna milli? Nei, við viljum ekki velja, við viljum ekki fara í það aðstöðu velja. Við viljum að semja við Kínverja þannig að þeir verði frekar mótur að kakvart okkur, leif okkur að vera í friði og allt það og við svona tengjumst þeirra efnaðs uppgangi með einhverjum hætti. Síðan bara urðu Kínverja mjög herskáir og þeir byrjaði þennið þessi út þarna í Suður Kínahafi með þess að út þessu stefni sína þar taka allir sker og smá eyjar og byggja upp herflugvöll og allt þetta. Og til að byrja með þá var eins og Suðaustur-Asía var algjörlega máttlaus í þessum í öllum viðbröðum. En nú er það breytast. Og það nýjastu rauninni kannski, og þetta er mjög stóru réttir í heimspolítík ef þetta gerist eins og mér sýnist að geta verið að gerast, er það að löndin það náið saman að viðnám við Kína miklu sterkara pólitískt heldur en að maður hefði getið séð fyrir fáum árum síðan. Og Módi og Indland og allt það sjá sér hagið því að tengjast miklu nánar þessum löndum og hjálpa til við stuðpóki að Kína þar. Japan er síðan þarna fyrir norðan og þá er maður að koma með ákveðna blokk sem getur haldið Kína svolítið í skefjum. Án þess að vera leitt af Bandaríunum? Já, og án þess að vera stríð. Og það, sko, en djókarinn í svolítið saman er kannski rétt nafnan, það er Tævan sem er inn á þessu svæði. Að Tævan er algjörlega hliðin af Filipsheim, ég glemdi Filipsheim að það er nú eitt mikilvægast ríki þarna. Það eru 120 milljónir manna ríki. Og ný ríkistjórn þar hefur tekið upp allt aðra stefnu heldur en svo gamla. Þeir eru opna allar hafnir fyrir bandarískum flota, þeir eru opna yfir flugvelli fyrir bandaríska herþotur og þeir eru í rauninni að segja Kínverjum það að ef að þið ætla að taka Kína að þá eru það rekna með því að við séum hinum megin. Tökum ekki þátt í því sjálfur að verja Tævan en við munum ekki stoppa Bandaríkjamenn að gera það hérna. Og Kína er farið að finna fyrir þessu og svo eins með Vietnam þeir hafa náð saman með Malasíu og Indónesíu með ákveðna samvinnu á þessu hafsvæði sem er umdeilt. Þannig að það er myndast eins og smá girðing sem maður sá ekki að myndi gerast endilega fyrir tiltölu fáum árum síðan. Og ástæðan fyrir því fyrst og fremst þessi frekjulega útþensla stefna Kínverja. Eða þeir hefðu bara setið á sér og hagað sér betur, hagað sér eins og þau gerðu bara hér árum áður. Að þá væri þetta öðruvísi núna. Þannig þeir hafa skotið sér algjörlega fótum. Það var þetta allt vinaþjóður Kína. Getur vinaþjóður sem vildu tengjast Kína og það er mjög mikið svona realismi og pragmatismi í gangi þarna menn auðvitað vita menn að Kína er ekkert að fara. Og Kína verður risaveldi í heiminum. Þannig við lýsum best samskipti við það. En Kína er búið að skjóta sér mikið í fótinn með á tíma Xi Jinping. Sem að ræður öllu í Kína eins og Móti í Indlandi sem við byrjum. Meira og meira síðast bara í vikunni þá
var að skipa niður ríkistjórn sem ekkert annað jámenn hans. Og þá fór þessi eini maður, Li Ka-ching, sem þessi eini maður sem gæti sagt eitthvað við Xi Jinping, sem var forsætisráðherra. Það var nú talið að segði ekki mikið lengur en annar hættur. Herðu Jón Ormur, takk fyrir að koma hingað og fara með okkur í ferð mannmargar slóðir, Indlands og Indónesíu. Herðu, við förum frá Asíu og skiptum yfir og tökum fyrir allt annað mál eftir augnablik.